Númer 14, Jón Orri Kristjánsson. Og númer 15, Fannar Freyr Helgason. Þjálfari spilandi og heitir Fannar Freyr Helgason. Gefum þið gott klapp. Það var alveg KFÍ. Númer 4, Pansi Lieski. Númer 5, Kjartan Helgi Steinþórsson. Númer 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. Númer 7, Daniel Freyr Friðriksson. Númer 8, Hákon Ari Halldórsson. Númer 9, Nebojša Knežević. Númer 10, Daniel Þór Midsley. Númer 11, Florian Jovanov. Númer 12, Birgir Örn Birgisson. Númer 13, Nökkvi Harðarsson. Númer 14, Birgir Björn Pétursson. Og númer 15, Helgi Hrafn Ólafsson. Þjálfari einnig spilandi og heitir Birgir Örn Birgisson. Dómarar í kvöld þeir Aðalsteinn Hrafnkelsson og Sigurbaldur Frímannsson. Gefum þeim gott klapp líka. Rífist við þá en verið kurteisir. Heyrist ekki þér. Góð kvöldið, góð kvöldið. Já, ég heyrist ekki til mér heldur. Halló, hvað ertu að gera hér? Heyrðu í mér? Ég heyri ekki í mér. Herru, það heyrist í mér, það er allan að ljóst. Við erum ennþá að klára að tengja hérna. Þetta er alltaf að vera tilbúið en við gerum ykkur klár fyrir uppkastið. Uppkastið fræga. Það er bara eitt uppkast í leik núna, Gauði. Já, þetta er það merkilegasta við þetta, þessa móður allara íþrótta, að þú sér þetta hvergi annars staðar. Nei. Fólk bakka bara til sjálfsins. Já. Þannig er yfirst bolta. Þannig það sængt þessu bara á fengið hlut. Saknaru þegar það voru dómar uppkast? Já. Mér finnst þú að lein nýja regla. Skiptast á. Þetta er eitthvað svo... Þetta er satt voða fallegt. Það er eitthvað vesen með mækinn hans Gauða. Er hann komin í lag núna? Þetta er betra? Já, þetta er betra. Þormóður Björnsson er aðal þulurinn í kvöld. Ég er í gestahlutverki.
Það er voðalega gaman. Já. Við sjáum hérna byrjunarliðin inn á. Það byrjar með smá kul í báðum liðum. Það vantar hérna Ómar Örn Helgason í liðið. Hann venjulega byrjunarliðsmaður hjá þeim. Hann ætlaði að koma með flug í dag. En það var ekkert flogið í dag. Það eru bara álfar sem treysta það. Já, svona á leikdegi sko. Það getur verið. Þegar 98% af liðinu fyrir bíl. Hann eflaust að horfa á okkur. Já. Hlýtur að vera. Og skamma sín örugglega. En það örugglega verið góð afsökun fyrir þessu. Já. Vinna eða eitthvað. Það eitthvað í gangi. Við stökkum aðeins bara. Við sjáum Nebo lætur boltan ganga. Nei! Þetta var svaka feik. Ég held hann ætlaði skotið hann að Pans. Þetta neyðarskot, samt ágætis tilraun, en Oni fór það ekki. Kannski fara hérna yfir byrjunarliðin. Hjá IA þetta Jón Orri, Sean Weasley, Fannar Freyr, Birgir og Áskell. Og KFÍ menn eru Birgir Björn, Pans, Kjartan, Boisa og Nökkvi. Og engin stig komin hérna fyrstu 1,5 mínútuna. Þessi maður búinn að skora mikið. Sean setur niður fyrstu körfuna. Búinn að vera drjúgur fyrir Akurnesinga. Já, hann alveg ótrúlega lítill og snöggur þessi gaur. Hann ábyggilega að gera 1,40. Hann ekki mjög hár. En snöggur hann. Snöggur og með gott körfuboltavitt. Skulum sjá hvort að hvað að gera núna. Akurnesingarnir. Fannar. Nei, þetta var Jón Orri. Þriði tapaði boltinn hjá skagamönnum. Tapaði boltar á báða bóga hérna fyrstu mínúturnar. Þetta höfum við séð áður. Nebo jafnar. Nebo setur þennan. Geysilegur hraði sem þessi strákur býr yfir. Það verður gaman að sjá einhverja spretti frá honum. Já, þessi gaur einn af þessum sem að getur verið í blautan búning og hlaupið við völlinu og þá er hann þurr. Þetta alveg ótrúlegt eintak. Boltinn gengur inn að vel. Kjartan númer 5. Já, ég hissa. Já. Það ekki númer hans. Það ekki númer hans. Það einhverjar róteringar. Þetta var opið en Oni vildi ekki. Nebo með frákastið, brotið á honum. Það gerir Fannar. Já, Fannar fær sinna fyrstu villu. Og örugglega ekki það síðustu. Nei. Mikill keppnismaður, frábær drengur. Nú við hvetjum ykkur til þess að taka þátt í spjallinu. Ef það einhverjar spurningar, athugasemdir, láta okkur heyra. Já, endilega. Staðan 2-2. Og þarna þessi fallegu þristur fór ofan í. Það ekki Birgir sem setti þennan, sýntist það. Jú. Birgir Guðjóns með þrist. Já, vildi sókna brotana en Birgir Björn góður, 2 stig. 5-4 staðan. Var ekki búinn að taka sér stöðu hann Jón Orri. Það önnur 3 stiga hérna frá Birgi. Já, var að við láta boltinn í fríði eftir skoraða körfu. Já. 4-8 fyrir skagan. 2 þristar hjá Birgi Guðjóns. Já, það hættulegt fyrir Ísfirðinga ef hann í stuði í kvöld. Flott eftirfylgni hann að Birgir gerir vel.
Já, þetta klikkaði hana og Áskell, brotlegur, stoppar Hafliði. brotlegan. Skynsamlega gert. Ég veit ekki, var hann ekki búinn að taka sér stöðu hana? Jú. Ég held það sko, þetta hafði ekki verið villa. Panse. Hann að komast í form. Já, maður sér mun á hann frá því fyrsta leik hérna. Hann var úti að eignast barn. Úti í Makedóníu og misti af byrjun á tímabilinu. Já. Hann að koma sterkur inn. Var hann ekki fastur þarna í einhver tíma? Jú. Vel gert. Þetta var Jón Orra, ég held að þetta nú alveg óvilja verk. algjört óvilja verk sýndist mér. Ég held að það sé engi spurning. Já, þetta er algjört óvilja verk. Sáum þetta hérna aftur og hann sneri sig bara með, setur hana olnbogann eða hendina í raun og veru í andlitið á honum. Já. Og ekki að sjá að það væri neitt vilji á bakvið þetta. Nei, þetta svona taktinni á byggja ára svona MMA hérna. Hann kann að lenda sem betur fyrir. 8-10 staðan. Já, það er nú eitthvað sem að allir eiga að læra bara. Ekki sammála því? Já, ég er alveg gjörsamlega sammála. Byggi Björn. Panse. Þeir passa Panse mjög vel. Nebo upp í þryggja. Hálfþristur hjá honum, neðarskot en ágættur skot enga síður. Vantaði kannski aðeins upp á eftirfylgdina Já, þarna. eftirfylgdina, já. Sjón tæpur að missa boltan. Panse brotlegur á Fannar. Nei, þetta var ekki brot heldur, bara skref. Og ég er sammála dómarunum, þetta hefði verið óttalega lítið brot. Kemur fyrsti tíminn í leiknum, það er KFÍ sem að tekur hann. Já. Staðan í deildinni, Gaui. Það KFÍ er í 8. sæti og IA í 5. IA-menn búin að vinna 5 leiki og nei. Já, það er mikið kraðað þarna frá 5. til 8. sæti. Já. Það munar 3 leikjum, IA Hamar eru þarna og Breiðablik bara með 2 stig. Það sem að Hamar og Breiðablik er að treyla. Já. En neðri parturinn Ármann og KFÍ, það er rafmagnað. Já, ég held nefnilega að það skiptir miklu máli núna fyrir Ísfirðinga að reyna að ná stigum hér og svona skilja sig frá botnunum. Já. Og reyna að taka sig stöðu sko í miðjunni. Þeir eru ekki að fara að vinna deildina, þeir eru ekki að fara upp. En það væri mjög sterkt hérna á heimavelli að ná stigum og skilja sig frá botnunum. En til þess að gera það, þá er það að fara að geta eitthvað, sko. Það er málið. Já, það er alveg rétt. Þeir verða að gera betur heldur en þeir eru oft gert. En ef við skoðum nú bara síðasta leik til dæmis, þá áttu þeir svakalega fína leik á móti Reyni Sandgerði, unnu mjög samfærandi. Og IA er nýbúið að spila við Reyni Sandgerði líka, en það var ekki nærri en samfærandi. Nei. Jó, þetta er villa. Já, þetta er villa, en þetta er ekki óíþróttumaður villa. Nei, já, það er alveg rétt hjá þér. Þetta er bull, algjört bull. Er það að því að hann var að stoppa augljósa körfu? Já, það er ekki hægt að segja það því að það var annar varnarmaður framar. Nei, það er rétt. Hann er ekki aftasti varnarmaður hérna. Þetta er ekki rétt. Og þetta er ekki óíþróttumannslegt, ég er sammála því. Sjón, Örgur. Já. Hann er setjan í sitt 3. stig hérna, örugglega 4. Já, og við höfum eflaust eftir að sjá svona 20 í viðbót allavega. Já, það er ábyggilega normið hans. Vonandi ekki mikið meira en það.
Áskell. Láta Fannar. boltan ganga reyna, komin í smá. Erfið hana Fannar, já. Bara spila sig út úr þessu. Gerir vel. Virkilega Það vel gert hjá villun á honum. nökkvað hana. Ekki? Frábært hjá Fannari. Þetta var sterkt hjá honum. Það voru 2 að passa hana. Og mér finnst þeir alveg standa sig vel. Það er náttúrulega erfitt að fá ekki á sig villu þegar að sóknarmaðurinn sækir svona og þú nærðir ekki stöðu. Hann er bara svo hrikalega sterkur þessi strákur. Það er alveg, ef hann kemst svona inn í, þá mjakar hann bara upp á körfunni. Það er þessi villa strax farin að borga sig, hann hitt ekki úr fyrsta. Já, hún veist ekki rosalega gaman að vera þarna á línni. Ég veit það alveg. 50%. 8-13, 5 stig. Kjartan, Panse, Það var Kjartan. hættulegt. Boltinn Æ, gengur tapaði hérna bolti. aðeins svo lengi Ég lása þetta. og endar Magnús í með boltann. handlegnum á Fannari. Akureyringar stilla upp hérna bara. Æ, þetta klúraðist og Nökkvi tínir upp þennan bolta. Kjartan. Kemur boltanum upp. Vel gert hjá Fannar, bjargar þessu. Kemur hann á Sjón. Sjón fljótur fram. Sjón klárar þetta. Það er ágætið stökkkraftur í þessum strák. Já. Ég myndi gefa mikið fyrir að sjá hann tróða hérna. Heldur að geta það? Já. Það er að skora á hann fyrir leik. Það er illa gert ef hann nærði ekki samt. En hvað er hann stór? Já, ég meina, þetta er ekki mikið yfir 1,60 held ég. Þykjast það? Já. Þetta er, það vantar ekki hæfileikana, það er nokkuð ljóst og 8-8. það vantar kannski aðeins upp á hæðina. Nökkvi inn í. Góð vörn í Jónara. Hann stóð hana vel fyrir honum. Þetta voru nú leikararnir tilbúið. Þetta var nú aðeins svo mikið held ég. Þetta var ekki svona slæmt. Þetta var ekki beint svona fullorðinn sko. Nei, þetta var ekki svona fullorðins. Ég held að maður sagði bara svona dýfur í fótbolta. Nei, Fannar er nú ekkert. Það þarf voðalega lítið við að láta hann svona beiglast í gólfið. Á milli þess sem að það er nánast ómögulegt að ná honum niður. Nákvæmlega sko, þegar hann bara villa sko. Svart og hvítt. Já, ég meina þetta er reynslu bolti, hann veit hvernig hann á að sækja þetta. Já. En þetta er ekki óheppilegasti maður til að setja á línuna, það er nokkuð ljóst. Hann er með 50%. Já. 2 villur, 2 stig, það er nú alveg í lagi. Gulli kominn inn á. Það beint í þýstinn. Lítur ekki. Nökkvi brotlegur. Nota hendurnar. Já, hann ítti frá sér þegar hann stökk í frákastið. Hárrétt. Kemur aldursforsetinn inn á. Já, það er Birgisson, 11 stiga munur. 47 ára. 47 ára? Já. Já, það er ekki slæmt. Ég var að bera þig við hérna rétt á hann, ég var gamall í þetta. Þetta er hérna, ég held að aðalatri sé að ég er lélugur í þetta. Nei. Aldur er ekki aðalspurningin. En hann kannski nær að peppa á eitthvað upp. 11 stiga munur, þetta er orðið full mikið svona í fyrsta leikluta. Sko ef einhver getur peppað menn upp að vera Birgir. Hann er ekki síður mikill nagli en Fannar og Jónari. Fyrir Íslandsmeistari með Keflavík. Já. In the golden days. Já, nú allir samir hans bara leikmenn eða þjálfarar eða fittubólur. Já. Þeir ætti að skamma sín. Flestir þeirra. Þeir líta á Birgir. Já, þetta var gott rennsli.
Og Áskell setur þennan, þetta þriðju þristurinn hjá þeim í fyrsta leikluta. Það bóðar ekki gott. Villa. Magnús Brotlegur. Nú hef ég trúið að Nebo taki hérna smá rispu. Já, það væri gott að fá hann í gang. Kjartan. Leita einhverjum að þessi skotklukka að fá að ganga allt og langt, aftur og aftur. Já. Já, ég held að þetta sé rétt. Fannar kom síðast við hann hana. Spurning hvort það stóð ekki á línunni mér þess að þegar hann var að koma við hann. En já, mér finnst skotklukka að fá að ganga full langt. Jú, ég held að hann hafi hoppað á línu. Þeir eru svona sóknir að taka ólanga tíma. Boltinn að ganga ágætlega, Birgir. Fallega gert, Kjartan með frákastið. Það gerir vel hana. Nebo, Birgir, og í þryggjastja. Nei, ætla að segja það. Kjartan átti bara að fara hérna sjálfur. Já, og fyrir að sjá skotið, þessi sók taka svakalagan tíma. Já, það fór hann að mínúta bara í þessa sók. Það er að svara mælingu þarna hana. En hún endaði með stigum sem betur fer. En Akurnesingar fá hérna loka tækifæri. Það sekúnda í viðbót við skotklukku sýnist mér. Já, tæplega jafnvel. Það verður spilað hérna fram að síðasta og Sean gerir þetta vel. En hann klikkar. Þetta var vel, allt nema finishið. Það var eiginlega bara rauði dreigillinn hérna frammi þegar hann hljóp inn í, sko. Það var bara enginn að passa hann, sko. Nei, það mátti sjá stiga fyrir hann að stoppa þetta. En 22-10, þetta er ekki fyrsti leiklutin sem að Ísfirðingar lögðu upp með. Nei, ég held að þessi þryggjastega skot detta hjá Skaganum er ekki nógu fljótur að fara út í að það eru bara 9 stig þar. Það telur. Og ekki að detta okkar megin, því að vörnin hjá Skaganum framliggjandi góð. Já. Þessi dýraljóð, þetta er Hinrik tæknimaður sem að gefa þau frá sér, svo þið vitið það. Stíp einni útsetningu. Já, tónlistin er komin í gang. Það er eitthvað að tínast inn á árundum hérna. Já, ég held að það eru margir sem rugluðust á tímanum. Langt síðan að við fengum hérna heimaleik. Það búið að vera hvað, 3 útileikir rauð? Já. Þannig að það búið að vera góð rispa núna úti og bara gott og gaman að sjá fólk koma hérna, fylgjast með þessu. En annar leikluti er að fara að byrja. Og liðin trítlaði henni inn á völlinn. Og Ísfirðingar unnu uppkastið sem þýðir að menn byrja með boltan hérna. Það þarf að býja eftir að klukkan gangi niður, sko. Það er að tíminn, þarna kemur tíminn. Og byrjum þennan annan leikluta. Nú þurfum við að sjá góða rispu hjá KFÍ. Við viljum fá leikina, við nennum ekki. Þetta byrja vel. Það var bolti. Já. Akurnesingar missa boltan hérna. Við viljum fá leik hérna. Ekki eitthvað rúst, það er bara leiðilegt. En til þess að svo verði þá verða þeir að mæta hérna og fara úr náttfötunum, klæða sig í fötin, sko. Já, það þarf að Gulli með ekki. Það hefði verið gaman að fá Gulla í gangina, hann getur aldrei sett á niður. En Nei. Já, ná þessu frákasti. Þetta er flott barátta hjá Akurnesingum.
rosalega smart þessi dómarabúningar. Svolítið Já, sætir. þetta eru fallegu litur. Já. Þetta er svona leikas gömlu litunum. Átta gul. Gömlu, sko. Átta meira gulan í það, ekki? Jú. Það er svona við hliðin á ía, þá lítur það vel út. Þetta er eins og varalið spúningurinn, það vantar bara gulur öndina. Næja, sjáum hvað gerist hérna 3 á skotklukkunni. Þetta er neða skot. Ég ætlaði að segja það, maður. Og Þetta hefur verið alveg það hefur verið ljótt þessi að fara ofan í. En skulum sjá núna. Nebo róar þetta niður. Stillir upp hérna. Það er ekki nægilega mikil hreyfing á leikmannunum finnst mér. Þetta var svona skrítið skot sko. Það er það ég ætla að vera að segja. Það hreyfa sig ekki á bolta og það er agalegt. Það er alveg svakalegt. Þú verður að leita að opnunni. Það er ekkert að sendir enginn á þau, bara þú stendur með manni niður. Sjón gerði hana vel, truflaði Nebo sem var rétt náðu að bjarga þessu fyrir horn. Sjá hvað Kjartan gerir hérna. Já, þessi rataði ekki ofan í. En flott frákast, Birgir tekur frákastið á Birgi. Kjartan setur. Kjartan þristur, þetta geti verið mikilvægt. Kjartan Helgi getur aldeilis að raða þeim niður ef hann er stuðu til þess. Og það geigar aftur hjá Akurnesingum. Kjartan aftur í þrist. Nei, þessi voru stuttur en frákastið. Þetta skiptir máli. Sóknar frákastin, þau telja. Og Ía tekur inn að leikli. Við hendum tónlistinni bara í gang aftur. Skaginn tekur leikli. Já, það eru komin 5 stig hérna gegn engum. Og Akurnesingar leggja á ráðin hérna. Þetta eru hérna, það er nú ekki, er þetta ekki 1-2 spílandi þjálfarnir? Deildinni sem eru að mætast henni? Jú. Ég held það. Jú. Ég var að mynda að tala með þetta daginn. Þeir hafa nú alveg ágætis úrval af þjálfurum hérna. Áskell, Fannar, Jónori. Já. Þetta er samt rosalega erfitt að vera spílandi þjálfari. Er þetta ekki bara aldurinn sem ræður hana? Já, allir ekki. Og útlitið. Já. Teit með boltan. Tæknimaður hérna sem stjórnar látunum er hann Hinrik Jón. Og Mathildur gróa sér að skamta músíkina. Já, það er vítalínan. Magnús Bjarki getur sett niður fyrstu stig Ía-manna í öðrum leikluta. Þau enduðu 3. Búin að setja niður 2 stiga og kláraði þetta vel. Og því er ekkert að deila við dómaran. Magnús Helgi fær hérna villu. Brotið á Birgivíni. Ég held að við myndum sjá hérna Hinrik Jón, hérna við hliðina mér, hann
Birgir hittur ekki úr fyrra. Seinna á hann í tvíhylla. Já, Birgir ekki sáttu við þetta. Nei, ég skil það rosalega vel. Já. En við fengum smá aksjónu það. 2 mínútur kapar. Já, þetta er það er gott að það sé ekki allt steindautt hana. Fannar tekur sér smá pásu, sendir Jón Orri inn á. Sjón upp með boltan fyrir skagan. 11 stig munur. Já. Og jafnast. Þetta lítur. Þeir allavega farnir að spila vörn. Þetta er aftur bulldómur, ég segi það bara fullir það. Hann notaði hendina þarna til þess að ýta honum frá. Ég held að þetta er slæmt sko að þetta er enda fyrsta villin hans. Það fer bara með öxlinn í hann. Já, þetta er ekki villa. Þetta er sóknarvilla eða eitthvað er. Já. Og þarna kemur hún. Eins og við segjum að förnum máli, þetta sannaðist. Já, þetta endaði þannig. Þá skipting hattur. Magnús Est, hann er komið 3. Já, hann þarf að Jón passa sig. Rúnar kemur inn á í hans stað. Það er annar leikur á eftir. Já. Það er nú bara bjelið beggja félag. Þetta er skemmtilegt, þetta er svona tvíhöfði. Já, þetta er svolítið gaman. Það er mjög líklega erum við að fara að sjá mikið af þessum leikmönnum sem að allan að minnstakosti sitja á bekknum í þessum leik. Já, ég held það. Á eftir aftur, þannig að þetta verður langt kvöld fyrir þá. Og kempur í Ísafjarðarliðinu einnig. Það er allavega Síran Þóris, stjórnarmaður og fyrir leikmaður stjórnunar á KFÍ. Hann er í liðinu. Já. Ungu strákarnir Haukur og Rúnar, 16 og 15 ára. Og síðan held ég að Florian spili og þeir sem vilja sjá góðan körfuboltamann ættu að fylgjast með því. Hann kemur frá Makedóníu, sá strákur. Já, hann er örugglega ekki búinn að vera að taka mínúturnar sinnar. Nei, alls ekki. Og Panse kannski. Og Panse, já. Já, hann er af því að hann mista af öllum fyrirluta tímabilsins sinna, þannig að hann er örugglega innan mínútna fjöldans. Það er bara spurning hvort hann hafi púður í það, hann er auðvitað að verða 60 í anda þótt hann sé ekki nema 35 ára. Nei, hann lítur nú ágætlega út hérna með að hann kom fyrst heim. Hann er greiðin að tekið sér ákallinn. Hann har haft það fullt gott úti. Já, ég er ekki alveg að skilja þennan strák núna því að hann er svo snöggur að hann á bara að dræfa inn í. Já. Einhver og þeir brjóta bara á hann. Var að sem í gangi hérna. Birgir bendur á Helga og vill fá hann inn á. Já. Birgir fær smá kvíld. Birgir Björn fara aðeins að hvíla sig. 9 stiga munur. Birgir hittir ekki. Dæmdu illa á hann. Þetta var frekar lítil fjörilegt. Ég verða fannst mér sko. En við deilum ekki dómarinn, hann ræður. En Skaginn er ekki búinn að gera rosalega mikið í þessu. Nei, þeir eru búin að vera frekar rólegir og já, ekki það KFÍ sem búið að gera svakalega mikið. Nei, ekki neitt heldur. En nú eru þriggjastaskotin ekki að detta. Á þessum frákustum, grimma. Já. Já, sóknarvilla hérna. Vel gert hjá Helga, kemur inn á og sækir strax. Já. En ég er nú ekki á því að þetta hefur verið vill heldur. Nei, ég held að þetta ekki verið sóknarvilla. Af því að hann var ekki búinn að taka sér stöðu hana. En var hann inn í hringnum? Ég tók nú ekki eftir því. Hann var inn í hringnum eða ekki? Já, það getur verið. Já, þá er það alltaf sóknarvilla eða ekki? Og ég held að við séum mistækar heldur en dómarnir. Það er gott, það er gott að
Herðu, ég geta þess að KKÍ er 55 ára í dag. Já, og þeir eru konum í nýja heimasíðu Já. sem ég var alveg heil lengi að grafa mig í gegnum á hann. Já, ég líka. Þetta var, ég fann ekki neitt sem ég var að leita af. En maður er fljótur að venjast í. Nei. Það er ósangjant að dæma Vill á Helga. Hann er alltaf fallegur. Fyrsta villan hans. Þessi strákur, Ísfirðingur í hjarta, pappa hans og mamma bæði voru læknar hérna fyrir vestan og vinnur á leikskóla ásamt 2 öðrum drengjum hérna í körfuboltaliðinu. Já, það eru 3 leikskóla starfsmennir hérna. Já, komin í 60. Já, þessi villa strax farin að borga sig. Reyndar ekki með að hvernig eru búin að skjóta hérna í öðrum leikluta. Þetta eru komið hvað 3 stig hjá Akranes í öðrum leikluta. Ég verði afsaka, boltinn fór í grindverkið fyrir ofan. Já, þetta var ekki gilt. Nú ætla Sjón að... Já. Það eru taktar í driblinu hérna, hann dribla fast. Hann er ákveðinn. Daniel, boltinn gengur vel hérna. Já. Panse. Það má ekki gefa þessum dreng tommu, sko. Setur þennan niður. 24, komin í 7 stig. Sjón, við þrýst. Svarar hérna beint í andlit á honum, Sjón. 6 stiga munur. Daniel. Aftur finnst mér sóknir ekki nógu markviss núna. Þetta skot alveg kemur úr engu þannig. Helgi setur hann niður. Mikið vakt vegna þess að sóknir var ekki að fara neitt. Þakka fyrir traustið. Nökkva gerir sér kláran að skipta. Áskell. Hittir ekki. Jón Orri kemur á blakarunum. Vel gert Jón Orra. Já, þetta var gott blag. 3 mínútur eftir fyrir hálfleik. Vel gert hjá Bigga. Fer inn í sæki villan Jón Orra. Fer á vítalínuna. 47 ára, þetta eintak. Nú þarf hann að sýna þeim hvernig maður setur niður vítin. Vel gert Rúnar Birgir. Við tókum ekki eftir, það er svo mikið af línum hérna á vellinum. Og setna fyrir honi. Og hann fyrir beint út af 27-32. 2:50 rúmar eftir að fyrir hálfleik. Jón Orri, Helgi til varnar. Jón Orri gerir vel. Nær frákastunum sjálfur að skora. Þarna fekk hann allt mikið rými. Já. Fekk að taka boltana aftur og aftur hérna og kláraði þetta að lokum. Já. Daniel Freyr. Tvígrip. Daniel gerði sér segan að tvígripana. Já, það er engin spurning. Fínt að vera með Rúnar Birgir Gíslason hérna til þess að horfa á þetta. Hann getur sagt okkur ef við erum í vafa. Vel gert hjá Daniel Freyr. Sjón flæktist bara fyrir. Vel gert hjá hann líka að stoppa þetta hraðablöf. Hann sækir þessa villu. Þetta lítil villa. Hefði verið fínt að fá þessa ofan í samt. Sjón að fá sína fyrstu villu. Ekki hættulegt.
Vel gert. Bæði vítin honni sína svona hvernig á að mastera þessi skot. Sean í þrist. Hittir ekki. 50 munur. 2 mínútur. Nökkvi keyrir inn í fjarallaleið sjálfur. Hittir ekki. Jón Orri með frákast. Nökkvi ekki búinn að vera heppinn. Hann ekki ennþá kominn á blað. En ja, þetta alltaf annað leikur en þetta var hérna á milli í leikliði áðan. Nei, þetta full mikið bjartsýni. Aðeins og stuttur. Þú ætlar að nýta sóknina vel. Geta báðir driplað Daníelanir inn á. En Daniel Freyr virðist eiga að stýra þessu. Boltinn gengur hérna vel. Já. Vel gert. Sammála þessu. En spurning hvort að Helgi var slegið hana í höndina á Jón Orra. Þessi leikur minnir mig alltaf mikið á háskólaboltan í Bandaríkjunum. Já. Það sé ekki gæðum, heldur í stigaskori. Já, það er ekki búið að skora mikið hérna. Þetta var ekki runningur, en góð tilrunning á síður. Vel gert hjá Panse. Panse bara fyrir. Það var næstum búinn að missa boltan hana, var að fara varlega. Nökkvi klára þetta. Nei. Þetta byrja ágætlega, endaði illa. Já. Nú eru komin á síðustu mínútuna. Þetta eins og þú segir, ekki mikið búið að skora hérna. Þessi ekki nógu góður. Nökkvi með frákastið. Og Daniel. Þetta skref. Já. Hárrétt. Þetta var aðeins meira en Evrópuskrefið. Biggi þjálfari kominn á síðustu viðvöruna og þá einu. Já, hann ef við leggjum þetta saman þar sem hann búinn að kvarta frá hliðarlínu og inn á vellinu, þá þetta orðið slatti. Þarna ég eiginlega sammála, þetta voru skref sko. Já, þetta var skref. En þau voru lítil líka. Þau voru lítil. Og ný skotklukka klikkaði þannig, held ég. Hann fór upp í 24. Já, sýndist það. Aftur. Jafnvel þó að hann komi við, þá náður ekki vald á boltanum. Þarf ekki að ná valdi til þess að... Jú, Rúnar getur kannski sagt okkur, hann hefur hort á þetta líka. En mér sýndist það, hann svo þellega snöggur þessu gaur, maður bara getur ekki talið skrefin sko. En það búið að laga skotklukuna hana, eitthvað, hún komin í 12. 6 sekundur á milli. Já, þetta vörnin að halda á geta að ná skoti. Það væri slæmt að fara inn með mikið meiri mun allavega, því að 11 lækkar hún, já, þetta eru 7 sekundur hann á milli núna. Stólið bolti, 9 sekundur. Þetta er nægu tími, ekkert stress, þetta var ekki nógu gott. Og Akurnesingar ná hérna að loka skottinu, eða villunu. Það er sóknarvilla, held ég alveg hárrétt. Helgi var búinn að skjóta rótum hana og átti þessa villu. Ég held að tíminn hefði ekki verið búinn. Nei, jú, hann klárar þetta bara, engin ástæða til þess að taka kannski einhverja hálfa sekundu hana. Við ætlum líka að taka okkur smá tepásu hérna. Aðeins að fara yfir hlutina og koma aftur til nokkra mínútur. Takk fyrir. Í þessa uppskrift verðum við að nota mjög gott hveiti.
Krakkar! Hann er 19 í dag. Með nýju endalausu snjallpökkunum getur ekki bara talað endalaust. Heldur færður líka meira gagnamagn til að gera það sem þér dettur í hug. Svona í alvöru talað. Þetta er búið að vera gaman en nú er það búið. Engin fleiri hrekkir. Allir sammála um það? Vertu í sterkara sambandi. Síminn.
Já, við erum mættir hérna aftur í seinni hálfleik eftir, bæði liðin hafa átt hérna alveg afleita fjórðunga. Afleitur fjórðungur hjá KFÍ í fyrsta og hjá Akranesi í öðrum. Og eftir þessa 2 afleita fjórðunga þá er staðan 29-34, 5 stiga munur. Akurnesingar gætu verið konir hérna upp í hæðustu hæðir eða þeir hefðu ekki mist allt frá sér hérna í öðrum leikluta. En við erum ánægð með þetta, við viljum leik. Já. Og Matthildur Gróa. Við erum byrjar. Hérna fyrir okkur, svo við vitið það. Sjáum hérna Kjartan Helgi og þetta geigaði hjá honum. Ágætis tilraun og Birgir náði ekki í frákastið. Og hér koma Akurnesingar dýrvillisir Fannar í 3 stiga. Allt og stuttur. Hann er ekki sáttur með sjálfum sig þannig. Nei, það er líka ástæði fyrir því að hann á ekki að vera að taka þessi skot. Nei, þetta er kannski ekki hans sterkasta hlið. En þegar maður er svona opinn, þá bara stundum verður maður að láta vaða. Já, en ekki þegar maður veit að það hittir ekki, sko. Þessi maður aftur á móti á að vera að taka þessi skot. Það er bara þannig. Ef það var grínlaust, þá er Fannar bara svo gríðarlega góður undir körfunni. Hann á bara að planta sér og skora. Já, við sáum það áðan hérna þegar hann var að dræfa upp hvað hann gerði það vel að pósta. Eða pósta upp öllu heldur. Og boltinn gekk hérna vel en skotið fór ekki ofan í. Og nú geta Ísfirðingar jafnað og jafnvel komist yfir í fyrst skipti í leiknum. Birgir Björn gerir vel. Þetta var fallega gert. Þetta getur hann. Og hníf jaft 34-34. Það hefur ekki verið jaft síðan í stöðunni 0-0. Sean fór hann inn í á móti Big Country en það gekk ekki. Birgir fær boltan aftur. Ásgeir tekur hann á honum. Það gerir þetta aftur en gera vel hérna. Jón Orri var að reyna að sækja villu þarna sem var ekkert á leiðinni. Nei. Ingall. Ásgeir með ingastið. Það var hægstaldi á Sjón. Síðustu mínúnar. Vandragangur hérna í sókninni hjá IA. Endar með ágætu skoti og sóknarfrákvæmstu segir. Svakalega sterkur hérna Fannar. Þetta var bara klaufaskapur. Menn voru alveg svoðandi þarna. Já, þetta er staðurinn hans, ekki fyrir utan þryggstælina. Nebo klikkar hana og Sean fær auðvelt layup. Hann er rosalega ströggur í sigur. Já, ekki spurning. 16 stig frá honum. Miklir hæfileikar hana hjá þessu strák. Birgir upp, gerir vel. Já, þetta var fallegt. 36-38. Þessar körfur eru svo mikilvægar, Gauði. Það er bara átt að hérna hægri vinstri, boltinn á milli Pans og Nebo. Endar hjá Ísfirðingum, Kjartan. Erfitt skot hjá honum. Já, erfitt skot, hann kominn allt á látt hann með boltan. Þurfti að sækja hann alveg í gólfið. Hefði betur sent hann. Og Sean með 3 stiga. Og Birgir Guðjóns nær sér í stóðsendingu. Hans reynir að svara, nær því ekki nökkum með frákastið. Nebo svarar hann þessu. Voni upp úr. Þessi lag upp úr. Þessi kíkti hætti við. Skæðin kemur. Svo hann lætur boltan ganga hérna. Býtum við.
villa Panse. Þriðja villan hans. Þriðja eða ekki? Jú. Hann þarf að passa sig. Það væri slæmt ef að Panse fengi sína fjórðu hérna í þriðja leikluta. Það var orðinn steingjaldur einlega. Birgir Björn gerir vel. Já, gerir vel. Virkilega vel. Og já, ég verð að segja að Áskell, þessir tilburðir hana, þeir voru bara freka flottir. Já, Hann já. lét sér detta hana alveg bara með látum. Þetta er ekta Hollywood Þetta er hjá báðum liðum. Já. Þetta var lítil fjörlega villa. Nebo gerir vel. Loksins orðið leikur hérna. Þetta var komið í 12 stig fyrir Skagan. Já, þetta Á var orðið bara tímabili. hundleðilegt. Þetta Já, skot! Þetta er alveg, Það var nær miðjunni eða þryggjastælinni. þetta er eins og lukkuláki hérna þegar hann tekur þetta. 6 stig, 22 stig frá honum. Kjartan fyrir KFÍ í þriggja, hittir ekki. Skaginn upp. Þeir þurfa bara aðeins að hægja á sér. KFÍ-strákarnir. Þeir eru yfir, þeir hafa tíma, þeir geta tekið rólega Jón og Orri búið gerir til vel. svona Já. örugg skot. Með að dúlla sér bara rólega utanum. Þetta er mjög örugt, sérstaklega þegar það er engin vörn. Og sjáum hvað Nebo gerir hérna. Já, Fannar, alveg. Fannar Þriðja villa hans. fór í, steig inn í þetta. Já. Því var ekki komið með fótastöðuna hana. Finnst þér ekki alltaf fyndið hvað ég vil alltaf ræða þetta eftir að búið að dæma? Það er alveg svona eitthvað íþróttaðir. Þetta er alltaf eins og þetta sé sko eitthvað sem er þetta að taka tilbaka. Já, en sko, nei, samt ekki að því að þú náttúrulega hérna þekkir þetta, þú hefur varst að spila og maður upplifir þetta ekki eins og dómarinn, það er bara Nei, þannig, og ekki eins ekki. og áhorfandinn. Og ef þið finnst brotið á þér, þá verður að spurja út í það. Og dómar að vera líka að þola það að þú svona meir spurja út í hlutina. En þannig að fólk verður að passa hitan Já, og það verður að passa að vera ekki dónalegt, það er bara þannig. og muna svo bara að það er ekkert hægt að taka þetta tilbaka, alveg sem eitthvað er reyna, þannig að það er alveg gott að vera kurteis, Nákvæmlega. koma sínum skilabóðum á framfæri. Já. Og það er líka oft sem að bara um leið og dómarinn segir hvað hann var að hugsa, hvað hann sá, að þá fattar já, kannski er rétt hjá honum, þú veist. En svo Nei, náttúrulega bara getur nei. að vera kólrátt hjá honum. Maður gerir það aldrei. Ég veit það, ég var alveg fellegur maður. Ég var Það var ekkert hægt að nöldrari tala þetta. dauðans, nei, ekki að ræða. En þú sást klippuna? Nei, Nei, það Nei, var þá bara lokaði ég augunum. vitlaus víkin. Já. Auðvitað. Það er svona verstafall ef maður viðurkenndi að maður hefði kannski verið á öfugum stað þegar maður sá illuna. Já, auðvitað. En það er grínlaust, þá er þessi stráka greið auðvitað bara að reyna að gera sitt besta þarna. Já. Það er ekki spurning. Vel gert hjá Nebo maður. Þetta var fullorðið. Æ. Ef þetta kveikir ekki í þeim, þá er ekkert sem gerir það. Ekki þrist Hvað gera samt. þeir? Jú. Nei, oi. Þetta Þetta er besta svarið við dróðslunni. 3 stig, beint í smettið. Vel gert. Bæði liðið hérna, flotta tilburði. Kjartan gerir vel. Nú er þetta orðið alvöru hérna. Já. 7 stigmunur. Setur niður, mikilvæg stig. Má ekki sleppa Akurneysingum neitt frá sér. Þetta var skref. Áskell. Já, vel gert. Já, hann Áskell á Steinar skorar. fekk þetta skot alveg ókipis, hann Steinar. Kom upp í 9 stig. Þetta er nú meira stuðin í þriða leikluta heldur en við sáum í fyrstu tveim. Pansi í þryggjastega, hittir ekki. Flikkar Sjón er boltanum. Sjón með frákasti. Það getur nú ekki verið að hann taki mörg. Kjartan brýtur á honum. Þetta var alltaf illa.
Ja, það alveg gott að giska bara hvert hann ætlar að fara, því að þú sér það ekkert. Nei. Og bara fín villa hjá Kjartan hérna, myndi ég segja. Sjón hefði bóttið sett hennar niður, held ég. Og fínt að bara stoppa þetta, ekki komið skotréttur. Hákon Halldórs kominn inn á. Gleður mig að sjá. Ef það einhver sem að veit hvernig á að berjast, þá hann. Þetta mjög tæft. Nei. Já. Hvað ætli Rúnar segja um þetta? En nú skulum við bara sjá endursýningu hérna. Við kíkjum hérna á endursýninguna á meðan að Nei. þetta er aldrei villa. Nei. Aldrei villa, hann er inn í hringnum og Ég er oft segi hann fer aðeins upp á tærnar en ekkert meira en það. ósanngjarnt. Já, Jón Orri setur niður fyrsta vítið og þetta er komið í 10 stig. 10 stig. Þetta er fljótt að breytast. Resa. 11 stig. Bæði vítið niður. Og Kjartan. sjáum hérna Kjartan, flott Vel skot. gert hjá honum. Flott skot. Gaman að sjá hvað hann hangir í loftinu. Já. Hann hefur hann alveg góða sekundu þar sem hann getur svona valið hvort hann vil taka skoti snemma eða seint. Greinlegt að Hákon á að stoppa Sjón. Stendur sér vel hérna. Steinarfiskan, þryggjastega hittir ekki. Þarna var Jón Orri heppinn. Fór yfir bakið á byggja. Já. Nebo, Villa, Karagól. Nökkvið var hann fyrir honum Já. en Það var Villa hann sko. já, hann hérna lét það ekki á sig fá. Það hefur verið alltaf töff. Að fá að brjóta eigin liði. Já. Já, það var eitthvað Og nýtt. fá dæmda Villa. Dómarinn þarf að vera býsna samfærar Brotaviljann. Brotavilja þar held ég sko. Ætlaði ekkert að gerst. Hvað myndi Ég er að gerast? mynda veltaði fyrir mér, Rúnar Birgir. Hefur það gerst? Hlýtur að vera einhvern mann orðið pyrr til hann og slegið eitthvað til hans eða eitthvað og fengið villu. Sko sjá, vel gert hjá Já. Hákoni. Slær hann í boltan Og Villa. og já, Magnús fær villu og hann er komið með eitthvað ræðið ekki. Þetta er hans 4. villa eða ekki? Með sínum stað. Já, ég held að. Og þá tekinn tími. Leiklega tekið. Leiklega. Þetta eru 7 stig sem skilja liðina. Já, þetta er ekki neitt. Það er ekki 12 mikið. mínútur eftir í leik. 2 eftir í 3. Og Bæði liðið svona þokkalega í góðum málum villulega séð. já, Nökkvi og Panser með 3 hjá KFÍ og Magnús Guðmunds og Fannar með 3. Ég held að Magnús sé að koma með 4 að vísu. já, þú sér sko hvað KFÍ kom með 17 stig og IA 19 stig í 3. leikluta. Og það er tölvöld mikið meira stigum heldur en við sáum í fyrri leik. En það held ég að þeir hefur sæst á það að spila bara boring körfubolta hérna fyrst. Já, við náttúrulega þessar klassísku svona 2-3 fyrstu mínútur sem að maður sér oft það sem að bæði liðin svona gera mistök og missa boltan. Það teygðu þessu svolítið hérna í fyrsta leikluta. Þetta var svona Groundhog Day mínútuna. Ég held að 3 eða 4 boltar sem að bæði liðin mistu hana fyrstu mínútunar. Hvort sig. Þessi munur liggi í þessum þryggjastaskoti sem duttu niður í fyrsta leikluti á Skaganum. Já, þeir voru með 9 stigur þristumanna og það hafði mikið að segja. Nebo. Nökkvi alveg frýr onni með þetta. Já. Kemur sem í 4 stig. Það er ekki, þýðir ekkert annað.
komast á blað með svona körfu, það er ekki leiðilegt. Hákon. Já. Það er bara fullorðins. Það vísir er það bónus. settur inn á til þess að trufla hann, það er bara þannig. Hann á að gera það. Jón var að fyrir á línuna. Já, hver fyrir á línuna? Nei, það er Sjón. Sjón eða það ekki. Já. Það er ekki smæðina. Nei, þetta er oft erfiðara fyrir hávaxna menn, það er bara þannig. Já, alveg svakalega. Karfan er bara of nálagt og beint í andlitun á þér og erfitt að hitta hana. Boltinn virkar miklu minni og já, nákvæmlega, sko. Kjartan í þryggja, hittir ekki. Hákon með frákastið, vel gert. Þannig að tækifæri á að setja niður stig hérna. Nökkvi. Það er Kjartan fer inn í. Hann er búinn að, þetta er þriðja svona karfan sem við sjáum frá honum. Já. Og hann kann þetta vel. Og nota spjaldið, það er spjaldið ofan í. Guðna taktík. Ég hef ekki séð betri mann í nota spjald. Heldur en. Guðna í KR. Já. Það var listgrein. Það er eitthvað fyrir mína tíð. Já, það var allt í svarthvítu en þá, sko. Herru, þetta klikkar hjá Akurnesingum og Ísfirðingarnir koma hérna upp 4 stiga munur, rétt rúm hálfmínútu eftir að leiknum. Þriðja leikluta. Já, þriðja leikluta. Kjartan með skot, hittir ekki. Nebo nær frákastinu og setur hann ofan í. Eftirfylgnin. Mingarnir í 2 stig. Allir þessi bolti bara dauður hana, Nebo bara sóttan. Einu maður sem var að fylgjast með. Sjón á að klára þetta, hann sækir upp í glíni, reynir að fá villuna. Það myndi ég gera það á móti Hákoni, hann er ungur. Þetta er flott vörn hana. Og Nei. engin spurning, jú, þetta var alltaf þetta er bara einhelti, hann er svo ungur, sko. Já. Setur á línuna. Gerir þetta vel, maður sá hvernig hann sko driblaði að manninum, að reyna að fá brotið, steppaði aftur, hélt áfram, fær Hákon í sig og sækir villuna. Fagmannlega gert. Algjörlega. En engu að síður fínu innkoma hjá Hákoni, búinn að trufla hann hérna aðeins. En hann er að setja niður sitt 27. stig hérna. 3 sekundur, Nebo á að klára. Tekur skoti, hittir ekki. 4 stömmunur þegar við komum inn í 4. leikluta. Já, þetta er galopið. Algjörlega og getur farið bara hvernig sem er hérna. Og verður gaman að fylgjast með síðasta leiklutanum. Svona viljum við hafa þetta, við viljum hafa smá spenni í þessu. Já, og það er gaman líka að sjá að það eru 3, það eru 7 sem er að skora fyrir Skagan. Já. 8 fyrir KFÍ. Já. Þeir eru að fá að taka þátt í leiknum. Margir konur á blað. Og til þess er þetta. Það er eitt skor hana sem er frekar auðmikilegt samt. Já, Birgir. Það er þjálfarinn sjálfur. Já, ég veit það. 1 stig. Og Fanna með 4, ég meina, komun. Já, þetta eru, þeir svo sem búin að vera sterkir í vörninni báðu 2. Já, það bara telur ekkert í stígunum, sko. Nei, ef þú ætlar að vera með, þá verður að geta skora líka, sko. Það er alveg rétt, en skulum sjá. Birgir Örn, 2 fráköst. Fannar 6. Fannar náttúrulega byrjunarliðsmaður, búinn að spila töluvert meira. En skemmtilegt að sjá, sko, það er engin svona Birgir Björn, 7 fráköst. Annars er Nebo með 6 hjá KFÍ. Og hjá Akurnesingum er það Fannar með 6 og Sjón með 5 fráköst. Hann er 5 fráköst? 5 fráköst. Það er nú bara, sko,
ekkit annað en skammalegt að leyfa þessum mann að komast upp með það að ná 5 boltum í frákastum. Hann vissi sko að maður að vera sanngjarn, þá sérði hann bara ekkert. Já, það gæti verið. Hann kemst inn á milli, hann er mjög góður að ná sér í stöðu og... Já, það er alveg rétt hjá þér. Hann er greinlega mikið körfuboltavit, þessi strákur. Þetta full erfitt skot. Já. En baráttan boltan hana. 2 móti 1. Nei. Ég ætla að segja, það átti ekki að... Þetta hefði getað verið villa. 8 stöðmunur. Hákon, Nebo. Þetta er villa, ekki dæmt. Hákon, tekur skotið. Þetta bara var að gerast, skotklukkan var að renna út hana. Og ekki fyrst skipti sem að sóknin tekur svolítið langan tíma. Ekki alveg nógu sáttur með það. Skref, þetta sást í gær. Magnús hana réttilega dæmt skref á hann. Skipting. Kemur Daniel fyrir inn á. Nebo hvílir sig. Hann er komið 17 stig. Stigaðastur hjá Ísfirðingum. Birgir Björn með 11. Hjá Akurnesingum er einn maður að sjá þetta. Hann heitir Sean Tate. 26 stig. Nökkvi. Það vantar ekki, boltinn gengur ágætlega en það er bara ekkert að gerast. Kjartan í erfiðu skoti. Rosalega erfitt skot. 8 stöðmunur. Nei. Hraðinn í þessum strák. Hann er komin aftur á vítalínuna. Ég held að það sé ekki búinn að klikka á vítalínunni. Nei. Allt onni í honum. Ég bara sé það hérna. Já, allt ofan í. Þetta komið þessi 10 stig. Þetta er 8. víti sem hann er að taka núna. Og það er ofan í. 8 á 8. 11 stiga munur. Komið tæplega helmingastigunum. Nei, 10 stig. Sean að fá sína aðra villu hérna. Nökkvi, Hákon, fer inn í, Birgir með skotið, hittir ekki. Nökkvi duglegur. Nökkvi með gott frákast hérna. Svo hvað Daniel gerir hérna. Með skrínið, flott sending. Kjartan. Það er ekkert að gerast 4 sekundur. Þetta er alveg... Já, þetta er... vonlaust. Og auðveld karfa hinum einn. Þetta er bara mjög illa spilað. Já, það verður leiðilegt að sjá KFÍ menn tapa hausina í 4. leikluta. Slum vona að þeir koma aftur hérna. Nei, ekki búðar þetta gott. Nei. Þá kemur skipting. Birgir kemur inn á og Nebo. Reyna að stoppa í þetta. Daniel og Birgir Örn fara út af. En ég verð bara að segja að það er beint út. Sóknarleikurinn hjá KFÍ er bara happa og glappa. Því miður. Já, hann er búinn að vera bara yfir allt frekar slappur í þessum leik. Já. Hvað skoruður? 126 stig eða eitthvað líka í síðasta leik? Það sem að flesti voru með 8 stig eða meira. Já. En bara sókninar, sko, þú fær 24 sekundur. Það þýðir ekki að það er endilega að nýta þær alltaf. Nei, nákvæmlega. Hvað þá að nýta þær að fullu og taka svo lélegt skot? Já, þetta geti verið breykið sem að Ísfirðingar þurfa. Boltanum grýtt hérna út af. Gulli kemur inn á. Fyrir Nökkva. Þá er þetta Birgir Björn, Kjartan, Gulli, Hákon og Nebo. Hákon. Birgir, vel gert hjá Bigga. Þetta er það sem hann á að gera. Á boltan hann undir, en þeir verða þá að láta hann fá boltan. Það þýðir ekki að tala öðruvísi. Nei.
Þetta hafa verið nokkuð öruggt 2 stig þegar hann fengi boltan hana við póstinn. Já. Ágæti skot til Steinari. Já, ekkert að þessu skoti. En við fara ekki alltaf niður þó þessu fín. Nebo skorar og fær. Karfa góð. Já. Ekki spurning, Karfa góð. Og 1 skot. Þetta kemur sér vel. Fannakar búinn að koma sér vel fyrir. Þeir eyðilögðu það. Hann hefði ábyggilega fengið ruðninginn. Jón Orri skipti í Steinar. Turnandi 2. Þetta nú ekkert smá akkur að vera búin að fá þessa stráka heima aftur á Skagan. Vel gert hjá þeim að gefa sig í þetta. Já, sammála því. Jón Orri, frábært. Fallega gert. Það þurfti ekki marga sekundur á skotklukkunni í þessa sókn. Kjartan. Skulum sjá, nú stilla þær upp. Ágæti skot á Já, honum. allt í lagi og Birgir gerir vel hana. Og Jón Orri brýtur á honum. Sækir villuna. Hvað er hann komið? 10-11 frákost? Ágætis vörd samt hjá honum, sko. Já. Bara óöpinn, fór í hendina á honum. Já. Jón Orri kom með 2. Hvað er Biggi komið að frákostum? Ég held sér nú eitthvað vitlaust, hann er ekki búið að skara á hann mörg frákostina í 3. leikluta. Hann er komið 7, samkvæmt þessu. Já, nei, hann var allan með 2 hérna. Já, ég held að hann sé komið 10 frákost. Já. Þetta má ekki klika. Já, það er betra að vera viss hver á að fá villuna. Og leikurinn aftur bara orðinn hífja. Já, þetta er ofsalegt jójó hérna, en ef þetta fer þannig að Skaginn tekur þetta, þá er það bara út af svona eltingaleik sem að KFÍ er búin að vera að stunda hérna. Eitthvað var að laga stigatöfluna hérna. Já, komið. Þetta er komið. 9 stig. Og 9 stiga munur. Mér fannst þetta, ég var að hugsa hvernig þetta orðið svona jaft. En tablan hérna. Ég held að það bara farið á milli óvart. Já, hérna óvart skráð stig á Ísfirðinga sem að Akurnesingar áttu. Og munurinn allt í nónu 5 stig. En það búið að leiðrétta þetta og það er 8 stig núna, ef maður setur niður þetta, það er þetta 7 stig. Já, 7 stiga munur. Biggi gerir vel. Sjón upp. Þetta var skref. Þarna var hann heppinn, þetta voru skref. Já, hann var heppinn hana. Ingaskerið út af Fannar. Sjón á greinilega að taka þetta. Já. 5 sekundur á skotklukkunni, vörnin flott hérna. Fannar flott hjá Birgi að koma bara út hana. Annars og bara, skotið hans. þú veist, Sjón allar að reyna að skjóta við mig fyrir. Og Sjón alltaf losaði sig við boltan. Birgi fór bara í frákastið, tilbúin í það. Og við fengum afleitt skot. Flott vörn þarna. 5 mínútur rúmar hérna. 7 stiga munur. 5 mínútur rétt rúmar eftir. Kjartan sækir inn í, fer alla leið sjálfur og setur hann. Já, fallega gert. 5 stig. Þetta ætla að vera spennandi mínútur. Já, vonandi. Fín vörðan eða Gulla. Nei. Opið skot, ekki 3. Enginn á mótunum. Þetta var ekki 3. Ég bara skil þetta ekki, hvernig þú getur leitt úr sumunum. Það eru góða þryggjastaðskiptur að fá þetta alveg fría skot. Menn er að hreyfa sig í vörninni. Kjartan. Hákon í þrýst. Galopin. Sýndist hann stíga á línuna en ég... Sjónur upp. Það er búið núna. 8 stiga munur. Sjón á móti Hákonni.
Þeir í þryggja. Hittir ekki. Út af. Boltinn skoppaði hennar yfir körfuna. Kemur skipting, Nökkvi í staðan fyrir Gulla. Og hinum meginn það Magnús, Birgir Guðjóns út af. Og inn á kemur, hver þetta? Já, Magnús Guðmunds. Þeir á sinni fjórðu villu. Já, hann var að passa sig. Þetta var hættulegu bolti. Birgir, þetta er vörn allan daginn. Já. Allan daginn, Fannar hlýtur að fá, Fannar frá villuna. Þá var hann komið 4. Vel gert hjá Bigga. Þetta er gífurlega mikilvægt stig sem að hann geti sett hérna ef hann setur niður báðar. Já. Fyrir Jóhanni. Flottur á línunni. Kom með 16 stig. Og 17. Vel gert. 6 stig. 4 mínútur eftir, 60 munur. 64-70. Hann er alveg svakalega snöggur þessi strákur. Já, en þarna var hann pínur rættið, hann sá Bigga koma á móti sér. Já, og flott. Kjartan, Villa. Já. Þetta var Jónari. Var þetta Jónari? Nei, býtum við. Var þetta ekki Magnús? Þetta var Áskell. Já, þetta var Áskell. Áskell, já. Áskell. Jónari var að reyna að taka það. Hann var of mikil heiðismæður hana. Kjartan kominn á línuna. Setur niður sitt 12. stig. Hann er 3. stigahæstur í liðinu. Svo staðan er núna 13. Nei, Geir að reyna. En Birgir gerir vel nær þessu frákasti. Og 5 stiga leikur. Þeir geta minkað munin ennþá meira núna. Úps. Nökkvi. Hittir ekki. Nebo með frákastið. Nökkvi uppi á Bigga. Biggi skorur ekki. Þetta er alltaf villa. Já. Þetta er alltaf villa á Fannar. En dómarunum kannski fundist. KFÍ menn fá full mörg tækifæri hana. Það er náttúrulega átt að nýta þessa sókn. Og öll þessu sóknar fráköst. Áskell. Fannar, Biggi til varnar. Sjáu hvað Fannar gerir hérna. Fannar bakkar, hendir boltanum út af. Hann bara kastar honum út af. Þarna held ég að hann myndi klára þetta sjálfur. Já, ég held það líka. En spurning hvort hann sé eitthvað hræddur við Birgið hana. Fimm stig munur, 3 mínútur. Nebo með boltan. Biggi Björn. Kjartan. Hákon. Hákon gerir vel. Kemur hann á Bigga. Biggi snýr sig við. Kemur hann á Nökkva. Nökkvi er uppi. Nei, Nebo. Alveg frí. Frista, hittir ekki. Tekur sjálf. Frákasti sjálfur. Kjartan er þryggja. Alveg galopin. Þetta geigar allt hérna. Það vill ekki dofan í. Það eru 30 eftir. 5 stiga munur. Það er spennandi. Við erum ekki búin að fá stig núna í svolítið tíma. Þetta er villa, karfa góð. Ekki það sem að Ísfirðingar pöntu. Nei. En réttu dómur. Alveg hárrétt. Vel gert í Jónóra. Já, virkilega vel gert. Og Jónóri fer á línuna. Getur. Já, fáum hérna timeout. Leiklið. Ég veit ekki með þig Gauði, en ég er orðinn vel spenntur. Já. Sko, nú er þetta bara spurningin að láta Nebo aðeins ráða ferðinni hérna næstu sóknum. Já. Og ég myndi bara taka sénsinn, setja Pansi inn á. Já, ég var einmitt að hugsa það líka. Hann er búinn að setja hann við 2 þrista. Já, taka Hákon á kvílan. Hann er ungur og þarf pínu tíma til þess að spila sig inn í svona leik. Já, hann er búinn að gera ágætt hérna í að trufla Sean, en svona ef ég á að vera alveg sanngjarn þá hefur hann ekkert í hann. Nei. Hann er svo svakalega snöggur þessi strákur að það er í raun og enginn sem getur dekkað hann. Ég held í besta vörnin sem ég sá áðan var þegar að Birgir var tilbúinn í hjálparvörnina. Það lokar hann svolítið fyrir skotið af því að Sean er ekkert að fara að reyna að skjóta yfir hann. Það er bara ekkert að fara að gerast. Og það sást bara á hann hvað náða truflan þegar hann ætlaði að setja hann í spjaldið. Já. Fór á hátt.
Já, hann tók bara skrefi áttina á honum Já. og þá var hann hræddur. En þessu leikli er að ljúka og við erum með 22 eftir hérna af 4. og síðasta leikluta. 7 stiga munur og Jón Orri er á vítalínu, getur bætt við 8. stiginu á milli liðanna. Getur komið þessi 8 stig. Nei, það geigar. Nei. Fannar var nóg mikið fyrir hana til þess að þessi bolti rökk út. Og Akureyringar fá hérna annað tækifæri til þess að setja niður stig hérna. Nei, þetta fer að Fannar út af. Já, þetta fór að Fannar út af. Sáum í hættisýningunni. En svona er þetta stundum. Þetta var ekki auðvelt að sjá. En 9 stiga munur hérna og þetta fer að vera erfitt nema körnar fara að detta hjá Ísfirðingum. Birgir gerir vel hérna, sækir þetta frákast. Opið skot, Kjartan, óni með þetta. Já. Vel gert. Og 6 stiga munur. Þeir hafa 3 villur, 2 að gefa á þennan bónus. Já. 6 stiga munur. Þessi sending alveg, nei. Fannan er honum aftur, Jón Orri, alveg eitt. Jón Orri, treður þessum bolta. Gleyma Jón Orra. Þetta getur hann, strákurinn. Og 8 stiga munur aftur hérna. Já, ég er ofsalega hræddur Þetta er að vera búið, það er ljóst að, gefum við þessa sótt, sjáum hvað það eru allt of lengi að þessu. Allt of. Þetta var aldrei að fara að vera neitt. Skæðinni veit ég hendi sér. Og Akureyringar nú á bara að róa bara. Nýta, láta tíman rúlla. Láta tíman rúlla. 8 stig, þetta er full mikið á mínútum. Það er bara þannig sérstaklega. Þetta fór mun fyrir í leiknum. Þeir eru búin að vera elta á hérna. Já, þeir eru búin að vera elta á og var hérna, fengu hérna svaka tækifæri til þess að minnka munin á þann. 2 sóknir, mjög langar sóknir með sóknarfrákustum sem að gengu ekki upp. Og Hákon brýtur aftur á honum. Ein villa í bónus. Hann bara lætur tíma. Hann missir boltan frá sér hérna. Sjón. 8 stiga munur, skulum sjá Nebo, hvað gerir hann? Birgir. Fær villu. Þetta var Jón Orri eða ekki sem fær þessa. Já, Jón Orri. Og hann er bara að fá sína aðra villu. Það er ekki hann einar ágjör á þessu. Og Birgir er búinn að standa sig vel á vítalínu. Búinn að setja niður 5 og 6. Og klikkar hérna að því ég var að hæla honum. Hann heyrði það. Segir bara Sigurbaldur dómar að koma með boltan. Hægt að tegja þetta. Setur hann í. 7 stiga munur. 7 stig, 40 og eitthvað smottir í sekundur eftir. Þormóður Laugi Björnsson heitir sá sem er með mér hérna á þetta. Algjör snillingur. Skólastjóri á Suðureyri. Og svona til þess að láta okkur heyra þá vonið við verðum alltaf 2 hérna. Það er virkilega gaman að geta að spjalla við einhvern alltaf í útsendingunum og vera ekki alltaf að ræða sjálf sig. Já, maður verður pínu þreyttur á sjálfum sér eftir 40 mínútna leik. Eftir 9 ár þá erum við það, sko að segja. Magnús klikkar á þessu. Hann ætti að vera bara fyrir utan 3 stiga.
Já, en ég held að það kom ekki á sök. 40 sekúndur, rétt rúmar eftir hérna, setja niður setna. Og... Nebo, Kjartan. Nebo. Fer inn í. Já. Jón Orri teika hann bara. Já, hann skellti sig bara ætlaði eftir honum hana. Það er ásetning. Og Nebo fær þá eitt skot hérna ókipis. Nebo, já ég ætla ekki að segja neitt vítagetu Nebos. Nei. Nei, ég ætla bara ég hef ekkert það að segja. En jafnvel það var nóg ég var að hugsa held ég. Ég held að það veri bara nóg. Bad karma. Nákvæmlega sko, ég þarf að vera að taka 7-13 og berja henni í ból sko. Það gengur ekki. Nei. Þetta er alveg veik. Jæja, en ég held að það ekki skipt neinu máli. 8 stig, jafnvel þó þetta væri 6 á 30 sekúndum. Það er held ég ekki að fara að gerast. Nei. En já, ef við höfum séð þessa baráttu sko sem við erum búin að vera að sjá hérna, já, bara góðum köflum hérna í 4. leikluta, allan leikinn, þá væri staðan kannski öðruvísi. Já, við byrjuðum bara allt og seint sko. Já, mér finnst bara sko baráttan í sóknarfrákastunum og svona, hún er alveg búin að vera til fyrirmyndar. Já. En sóknin ekki búin að vera nógu beitt, þeir eru ekki búin að vera að finna góð skot. Nei, og svo bara líka að dribla loftu úr boltanum hverja einustu sókn. Þeir eru búin að tapa heldur 3 boltum bara út af að klukkan rennur út sko. Já, nákvæmlega. Þeir eru sóknin hefur ekki verið að finna skotin, ekki verið að finna góð skot og ekki verið að finna tekið allt og langan tíma í að leita að þeim og það þarf eitthvað að breyta þar. Ég veit ekki, þú veist... Fyrsti leiklunni fór bara í rugl. Þetta vill bara detta þannig að þeir vakna ekki í leikinn sko. Já. Skora 10 stig í fyrsta leikluta. Það er alveg afleitt. Og 29 í fyrir hálfleik. Já, setja 9 þannig í öðrum, bæta aðeins þannig í en á móti 12, 19 á móti 12 í öðrum leikluta. Kjartan í þrist. Hittar ekki. Nebo frákasti út aftur á Kjartan. Hann fyrir aftur í þrist. Já, vel gert hjá Kjartan hana, en Oni fór hann ekki og Sjón komið með hann. Já. Nú er ekkert að vera að brjóta, bara klára hann leik. Nei! Ha? Helgi fer hann upp. Býttu nú hægur maður. Hvað í óskopunum var þetta? Já. Nú ætlum við að sjá hérna. Við ætlum að kíkja á þetta hérna í endursýningu. Býttu, ertu ekki að grínast um mig? Fyrir hvað? Já, þetta var skrítin ásetningur. Já, ég það er bara þannig, hann fer bara upp í þetta, hann slær vissulega í höndina á honum, það er bara þannig. En hann ætlaði sér allan tíman að blokka þetta skot og hann var nálægt í. Það er bara þannig, en hann fer í höndina á honum, en engin ásetningur. Nei, ég er bara... Óþarfa dómur og þetta er annað skipti sem sjáum skrítin ásetning í þessu leik. Já, báði leikinni sýndir. Ég vona að Þormóður komi hérna og lýsi seinni leiknum. Þetta er búið! Þetta er búið! Ali tapar 69-77, nú er það Bíli sem þarf að halda upp heiðrinum hérna á jakanum. Já, Akureyringar klárlega betri, ég myndi ekki segja það að vera neitt sérstaklega góðir, en klárlega betri, ljósir punktar í sóknar baráttunni, ef við getum sagt sér svo, en vantaði upp á að finna bara finna góð skot. Já, og reyna að koma boltanum aðeins meir inn í teginn og bygga. Já, hann byrjaði svona í seinni hálfleik. Byrjuðu allt og seint að mata hann og hann setti niður hvern boltan á fætur öðrum og þeir átti að vera nýta það miklu betur í leiknum, ekki spurning. En við tveir, Þormóður Logi, Björns og Gauji, við kveðjum hérna á A-leiknum. Þormóður heldur áfram, ég ætla að svíkja lit. Já, ég ætla að setja hérna yfir seinni leiknum. Já, og við sjáumst bara í næsta leik, við tveir hérna, ég og Þormóður. Ekki spurning. Takk fyrir áhorfið, haldið áfram, það verður skemmtilega leikur á þér. Smá pása.
Jæja, við erum að gera okkur klár fyrir seinni leik kvöldsins á Jakanum og það eru KFÍB á móti IAB. Það er sérst B-liðin mætti hérna, minni spámenn fá núna að sína listi sínar sem að ef til vill einhverjir hafa metnað fyrir því að komast í A-liðið. Að meina aðrir eru svona að ljúka ferlinum, skulum við segja. Gaui er farinn og ég verð að viðurkenna það að ég bara er ekki með nöfnin á þessum mönnum hérna alveg á hreinu. Þekki einhver einn á vellinum. En ég ætla svona að reyna að blaðra eitthvað yfir þessu. Þannig að fólki kannski leiðist síður. En hann er að reyna að dobla hann Helgarab til þess að koma hérna og setjast með vera. Það er ennþá von. Kannski kemur hann. En við sjáum það að það er breiður hópur Ísfirðinga sem að er að fara að spila hérna á móti 6 Akurnesingum. Og já, ef að ég væri þjálfarinn þá myndi ég keyra upp hraðan. Alveg ekki hugsa neitt annað en að keyra hraðan. Vegna þess að þeir, já, einn maður á bekknum, það þýðir bara þeir verða þreyttir. A-liðin voru að keppa hérna áðan og sá leikur endaði 77-69 Akurnesingum gestunum í vil. En við erum að fara að byrja hérna uppkastinu. Og já, það eru Ísfirðingar sem taka það. Skulum sjá. Þetta er villa og vantarlega 2 skot bara. Ég get sagt ykkur að dómararnir eru þeir sömu og áðan. Það er Aðalsteinn Hrafnkelsson og Sigurbaldur Frímannsson. Og hér er fyrsta karfa niður, fyrstu stigin komin hjá KFÍ. Og já, slúttar þessum báðum. Og sjá núna missa boltan hérna Akurnesingar. Birgir sterkur upp hérna, mikið af stórum mönnum inn í teignum. Frákasti lendir Ísafjarðarmegin. Og skulum sjá hvað gerist hérna. Missa boltan og já, eru á leiðinu upp. Fín vörn hérna, ná að halda honum inn á. Florian tekur þennan. Florian með þrist. Gegar. Og það verður Akurnesingar beint upp í skotið. Gegar. Þetta er að ég held Jón Rúnar Baldursson sem var að skjóta hana. Þekki, eins og ég segi, þekki þessa stráka ekki alveg nógu vel en ég held að þeir séu í sömu búningum og þeir voru áðan og ætla bara að lýsa eins og það sé þannig allavega. Þristur klikkar, Florian með frákastið, aftur út, Daniel, þessi þristur ofan í. Daniel Freyr, hann er búinn að spila einhverja þrjá leiki fyrir KFÍ, A-lið, og er því undir mínútufjöldanum og má spila hérna. Florian aftur upp, það klikkar. Og já, hann Jón Rúnar missir bara boltan frá sér hana.
Daniel missir hann hinum meina vellinum. Jón Rúnar kemst inn í hann. Flott spil. Og Villa sótti þessa Villu Þorsteinn Helgason. Þorsteinn getur sett niður fyrstu stig hérna. Akureyringar, nei, klikkar fyrir að vitinu. Og með skrítin skottstíl en hann rataði ofan í. Og sjáum hérna hvað Ísfirðingarnir gera. Þessi bolti tæpur. Boltinn gengur hérna vel. Birgir með skotið. Jói nær frákastunni hérna. Póstar upp hérna Birgir. Þetta var Villa sótt á hörkunni. Og þetta er Þorleifur Baldvinsson sem að fær sína fyrstu villu hana. Og Birgir setur niður fyrsta skotið og annað skotið. Honum geigaði á víti hérna í leiknum áðan. En hann er með þetta núna. Búinn að stilla skotið. Boltinn gengur hérna. Daniel í þristinn og það er ofan í. Það er að laga netið. Það er enginn sem tekur eftir því. Villa á Flórian. Já, það er ekki hverju kvöldi sem við fáum svona 2 leiki í röð og hvað þá sömu félögin, en það er að gera nýta ferðina vel sem að þeir hafa gert hérna. Akureyringarnir mæta bara í 2 leiki í einu. Eitthvað gengur illa að koma boltana frá sér hérna, en enda með skoti og þeir ná frákastinu. Og Flórian gerir vel hann að hirði boltan bara af Þorleifi, nei, Þorsteini. Og Jói setur hann niður hinum megin. Vel gert hana hjá Þorleifi. Setur niður 2 stig. Og það geigar hinum megin og brotið á. Fáum hérna aðra villu. Sjáum hérna hvort að Akureyringarnir geta fundið körfuna annarsinn í röð. Hann var allan að tækifæri til þess, en klikkar en frákastið kemur til Þorsteins sem að setur hann niður. Boltinn gengur vel hérna, Birgir póstar upp. Daniel galopinn hérna. Þessi fer ekki niður, en Blak, Flórian. Já. Flott frákast hana Jóa og aftur hjá Flórian. Og
Jæja, fín vörð hjá Florian hana. Fer inn í boltan. Daniel. Florian með þristinn. Hanna fór hann. Þriðja tilraun. Hlaut að koma að þessu. Og reyna að svara fyrir sig. Það gengur ekki. Og boltinn hérna. Þessi sending gekk ekki og þetta bara voru ekki viss hver ætti að taka hann hana. Opinn þristur og þetta Ásbjörn Baldvinsson sem að setur þetta niður. 9 stiga munur og bara upp í þristinn, aðeins og stuttur. En Ísfirðingarnir er búin að skora hérna meira heldur en gerði í fyrsta leikluta áðan. Á móti það eru Akurnesingar að skóla töluvert minna. Ágætis pæling hérna. Vel lesið. Vel lesið á Jóni Rúnari og opið lay-up fyrir Ásbjörn. Hann setur hann niður. Hann var að spá hvort hann ætlaði að tróða honum. Hann var eitthvað að hugsa. Ég held að hann hætti allavega snarlega við hana. Florian klikkar hérna 4 þristaskot, 1 ofan í, 25% nýting. Já, þessi bolti mjúklega ofan í hjá Þorleifi. Hann er búinn að setja niður nokkur hérna. Jói missi boltan frá sér hérna og Þorleifur ber hann upp og opinn þristur hjá Jóni Rúnari sem klikkar. Og Daniel þræðir hérna línuna. Boltinn gengur vel hérna. Florian, nei, hann hætti við þennan þrist. Daniel, vel gert hjá Jóa, tekur þetta frákast. Ok, þetta eru hérna, já. Nei, steig út af, Daniel steig út af hana. En fullt af fínum skotum að verða til hana og það er skipting hjá Ísfirðingum. Jói hvílir sig. Vel gert hana. Florian. Nei, Florian. Hvað var þetta? Ef það er einhvern veginn að vera í tækifæri til að tróða, þá var það þarna. Hann er kannski að spara sig fyrir fyrstdeildina. Og sjáum hérna. Já. Fínt hérna. Fínt gert hjá Þorleifi. Sækir hana villu. Fær karfa góð og 1 skot. Flott rað hjá honum, kallinum. Já, 3 staða sótt hjá Akurnesingum. Réttur mínúta eftir og liðin samanlagt búin að skora jafn mikið og var skorað á hann. Þannig að næsta karfa, hver sem hún verður setur okkur í hærra stigaskor í fyrsta leikluta heldur en í leiknum á hann. Leikmenn reyndar náttúrulega orðnir heitir. Margir hverjir búin að fá að sprikla aðeins í leiknum á hann og aðrir er allavega búin að hita upp 2 svar. Það er nú ekki amalegt. Og það er hérna 2-föld skipting hjá... Nei, einföld. Birgir fær sér pásu á bekknum.
Þetta voru litlar sakir. Hann fer aðeins í höndina á honum hana. Hann klikkar og flott frákast hjá Þorleifi Baldvinssyni. Hann búinn að eiga hérna stórfínan fyrsta leikfjórðung. Setur niður 2 stig hana. Fáum hérna opið þrist. Og ekki veitir af, komið svolítið síðan að KFÍ skoraði síðast. Þeir svara strax fyrir sig og það Þorsteinn sem að gera það. Florian. Nei, þetta var 5. þristurinn og stórvel gert. Gott frákast. 2 stig. Tíminn að renna út hérna. Náður skoti. Reyna. Já, það voru Ísfirðingar sem fengu síðast skotið. Það var ekki på marga fiska. En staðan 24-20 eftir fyrsta leikluta. Ísfirðingum yfir. Þeir voru konir í mjög væna stöðu. En hafa, já, þetta drappa svolítið niður hjá þeim. Ég spáði því nú að samt sem áður að þetta veri bara erfiðara og erfiðara fyrir gestina frá Akranesi vegna þess að þeir eru að spila á fáum mönnum og leikurinn verður býsna langur þegar þú þarft að spila jafnvel einhverjir hana 30 pluss mínútur eða flest allir 30 pluss mínútur ef ekki allir og hérna ég myndi vilja sjá Ísfirðingarna keyra aðeins upp hraðan en þeir kannski bara bíða rólegir, þeir geta svo sem gert það bara í 4. leikluta ef þess þarf. Þeir hafa breiddina til þess að hlaupa hérna. En við erum klári í annan leikluta. Það beint upp í skoti, þetta faglega gert. Fagmannlega gert. Steinar Aronsson fer þarna, sækir 2 stig og villu. Og hann fer, ekki gekk þetta. En engu að síður, falli karfa hana hjá honum áðan. Og 2 stiga munur á milli liðanna. Það eru mikla skiptingar hérna og þetta eru eintóm andlit sem að ég kannast ekkert við. En allir þessi leikmenn hafa númer, þannig að það getur vel verið að ég fara bara að kalla það eftir því. Sýnist til dæmis hérna leikmaður í búning númer 15 vera númer 1. Hann 8. Hvað gerir hún? Láta boltan ganga og það er leikmaður númer 5. Tekur skoti, það gegar. Ég fæ nú kannski einhverja upplýsingar í hálfleik hérna frá mér fróðari mönnum. Hérna, ég ætti nú allan að geta sagt nöfnum á eitthvað af þessum strákum. Þetta, já, Þorleifur klikkar hjá honum hana. Vildi minna að það verið slegið höndin á sér en tósaði eitthvað í hann. Við getum bara séð það hérna. Og hér fáum við stig. Það leikmaður númer 15 að setja sína aðra körfu. Þessi langt fyrir utan og þetta fer ofan í. Þetta var fallegu þristur. Langt fyrir utan.
Þetta skot geigaði all verulega og upp völlin brunar Jórúnar og sækir villuna. Vel gert hjá honum. Akurnesingar konum með 4 villur í leiknum á móti 7 frá Ísfirðingum. Ísfirðingar hafa efni á þessu, þeir með að brjóta. Það myndi ekki muna neitt það þá 1 eða 2 eða 3 leikmenn myndu fá hérna 5 villur. En Akurnesingar aftur á móti hafa ekki efni á því að nokkur einasti maður lendi í villavandræðum. Já, það vissar að fara nær honum. Og það skulum sjá, liggur ykkur eftir hérna. Eitthvað fengið högg á hnéð. Hann lendi svo illa. Ég var að horfa á þetta. Í endursýningunni, hann lendi mjög illa. Gæti hafa snúið bara á sitt hnéð eða eitthvað. Já, hann er búinn. Hann spilar ekki meira. Þetta var ljótt að sjá. Snérið hann alveg upp á fótinn. Hann er eitthvað að reyna að stíga hann. Ég held að það sé bara vitleysa. Já, þeir bara bera hann hérna út af, ekki spurning. Þetta, Skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Þetta hefur bara verið vont, en hann jafni sig á þessu. Steig hann niður, ekki í jafnvægi og snéri svakalega upp á löppina á sér. Ég veit ekki hvort það var mjöðminni en hnéð, en þetta leit ekki vel út. Sýnist að vera hnéð. Herðu, hér er skot, það geigar. Akurnesingar ná frákastinu og brunar upp völlinina og þetta var tæfti á Steinari. Og já, fín karfa hérna. Og þeir, Akurnesingar voru búin að jafna leikinn. Ég var svo upptekinn af hnénu hérna að ég tók ekki eftir því. En Ísfirðingar eru konir aftur yfir 30-28. Nú þurft að, kælipókin er komin hérna fyrir leikmann númer 5. Og þetta geigar. Og Akurnesingar konir aftur hérna. Vel gert, en Óni vildi hann ekki. Og KFÍ vinnur boltan aftur. Allting gengur hérna ágætlega, en Óni vildi skotið ekki. Og karfa góð og villa. Þetta var Ásbjörn sem að setti niður þessa körfu. Og við sjáum hérna að það er bara skipt út öllu liðinu eins og að leggja sig hjá KFÍ. Það er hérna ungir strákar komnir inn á.
ásamt Sirian sem að byrjaði leikinn hérna áðan. Það vissi ég ekki. Síran, já. Það er að læra að bera frá nafnið hans. Ég var nú að rappa við hann áðan, ég bara vissi ekki hvað hann hétt. Þetta er maður lærir. Vel gert hérna. Klikkar skotið á Jóni og skotklukkan rennur út hérna. Og þetta var nú bara mók í driblunum hann, stýðist mér. Ja. Boltinn gengur hérna vel, opinn þristur, hann smelti niður einu svona hérna áðan. En það gengur ekki eftir núna. Síran ber upp boltan hérna. Opið skot. 2 stig. Ísfirðingar komnir yfir. Og skulum sjá, boltinn gengur vel hérna. Já. Nei, það er ekkert á þetta. Sóknarbrot. Já, ekki spurning. Áspjöld hann bara lenti á klettinum. Birgi. Og Síran ber hinn upp boltan. Rúnar lætur hann ganga Birgi. Birgir, þetta er villa, ekki spurning. Held að hann hafa bara hreinlega klórað hann Þorsteinn. Ég er óðum að bæta við með nöfnum hérna á meðan að leiknum stendur. Kemst að restin í hálfleik. Það voru ekkert að hafa fyrir að skella þessu upp á stigatöfluna. Það hefði verið skemmtilegt. Allir haft gaman að því, ég er alveg viss um það. Birgir klikkar á fyrsta vítinu og því setna líka og menn á frákastinu. Það er aftur þristurinn hérna, það klikkar Jói, Síran á Daniel og Jóa. Daniel aftur hérna, dræfar inn, þvílík sending, Kloppi, þetta átt að fara ofan í eftir svona sendingu. En þeir baráttan hjá Birgi nær sínu eigin frákasti og Geigar nær frákastinu og setur hann ofan í. Kraftur í honum, þvílík sending hjá Daniel hana. Já, vel gert. Þarf hugur ekki í svona skot, það ætla ég bara staðfesta. Og þetta var Þorsteinn Helgason sem tók það. Þannig að Rúnar setja niður sín fyrstu stig. Ungu strákur, þetta sé 15 ára, 16 kannski, 15-16 eitthvað svoleiðis. Hugsanlega 17 ár, ég veit það ekki. En hann er allan ungur og hefur verið að stíga sín fyrstu skref hérna búin að vera eitthvað að spila með B-liðin í vetur allavega. Það eru við komum inn á vítalínuna. Hann var að taka 2. Dómarinn eitthvað að ræða við ritaraborðið. Ekki komið bónus, þannig ekkert skot. Það var þetta bara ekkert annað en að bera upp boltan. Daniel, Birgir, síðan Daniel. Hérna Birgi, út á Rúnar. Rúnar tekur feikið. Seldónum þetta ekki alveg. Birgi vel gert. Lappar bara og leggur hann ofan í. Sjáum Akurnesinga. Þeir hafa ekki náð að
Voru búin að ná að jafna leikinn inn aðan. En þetta gengið svolítið brössulega undanfarnar mínútur. Jón Rúnar missi boltan inn út af. Og KFÍ búið að byggja upp 6 stiga fórustu. Voru konur í, góða, tæplega 20 stiga fórustu hérna kannski ekki alveg, 15 stig, eitthvað svoleiðis. Daniel þrýstur, að klikkar. Það vel gert hana, stóðu hana 3, náðu boltanum. Akureyringarnir. Þetta svakalegt move. Kallast þetta skref alveg pottþétt en hérna engu að síður flott move hjá honum. Tók hann að smá aukaskref. Steinar ná ekki að setja hann ofan í þó. Gott skot hana yfir Jóa hjá Þorsteini en Onni vildi hann ekki. Síðan Daniel. Þessi sending. Alveg önnur gullfalleg sending hjá Daniel. Átti eina kloppa sendingu hérna áðan sem reyndar endaði ekki með körfu en Jói klikkar ekki tvisvar eftir svona flotta sendingu. Opinn þrýstur og Flórian með þetta frákast. Síðan Birgir farið á ísi hérna og hann bara skorar yfir á. Þeir eiga ekkert í hann inn í teig, það bara þannig. Hann kann þetta kallinn, kann þessi move, hann veit hvað virkar. Sjáum hérna. Frábær vörn hérna. Daniel, þristurinn opinn. Þetta fer ofan í. Þetta fer ofan í. Svakaleg spilamennska hjá Daniel hérna. Byrjar að stela boltanum og setja svo niður þrist. Þessi vill ekki. Gott frákast engu að síður. Missi boltan frá sér. Opið skot. Þessi vill heldur ekki ofan í. Jói, taka svona boltan niður. Náðu þessu, gríp þetta. Nei, hvað í gangi hérna? Þetta náttúrulega nær engri átt, sko. En bara engu að síður, bara hrósa honum Þorsteini. Hann búinn að vera mjög sterkur hann inn í teig. Bæði búinn að fara upp í skotinu á móti sér miklu stærri mönnum og búinn að vera að hrifsa fráköst. Einstaklega vel gert. Og það 4. villan á Flórian. Það dýrari típan. Áðan því ég var að tala þegar efnaði að fullt af mönnum fara út af þá átti ég nú samt ekki við Flórian. Ég hefði nú viljað sjá hann spila hérna eitthvað en hann fyrir innan og Flórian tekur frákastið, setur niður 2. Þarna vil ég sjá hann. Þarna á hann að vera í teig, hætta þessum 3 stiga skotum. Hann hitta 1 af 5. Og hætta að brjóta líka. Vel gert. Boltinn gengur hérna vel. Á milli manna. Allt og langur. Jói sækir þessa villu. 4 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Öðrum leikluta. KFÍ yfir 47-35, konum 12 stiga fórustu. Byrjuðu leikinn mjög vel. Akureyringar komu vel tilbaka og jafna leikinn. En þá skiptu Ísfirðingar aðliðin inn á og eru búin að mjatla þetta í 12 stig. Jói getur sett þetta í 13 ef hann setur niður setna vítið hérna. Já, það fyrir ofan í 13 stiga munur. Og 4 sekúndur hafa Akureyringar, þeir ná ekki góðu skoti hérna. Þessi sending, kemur. Náðu furðulega góðu skoti verð ég bara að segja. En 48-35 eftir fyrri hálfleik, ég ætla að taka með smá pásu, læra nokkuð upp. Sjáumst í seinni.
Jæja, þetta stutt pása. Ég náði ekki einu svona að finna öll nöfnin en ég sótti með nokkur í viðbót. Þetta alltaf batna, alltaf uppleið. En dómarinn gera sig klára fyrir seinni hálfleik hérna. Þriðji leikurinn að byrja. Það var bara býð eftir að ritarinn væri búinn að klára að pissa. Hann rétt náði að fara og pissa og koma aftur. Stoppið var ekki lengra það. Það eins gott að enginn þurfa að gera nummer 2. Það engin tímaði það. En Birgir með þrist hérna. Hann er á stuttur. Og hann var eitthvað ekki fyrir aftan miðju. Úff, varlega. En já, við erum konir hérna í gírinn. Seinni hálfleikur hafinn. Þriðji leikhluti. Já, þeir sko, hvernig eru þeir að taka þessi fráköst að móti þessum 3 mönnum, segi ég bara. Þetta náttúrulega bara skelfilegt, sko. Florian reyndar með 4, þannig að hann þarf að passa sig, en Birgir og Jói ekki átt að leyfa þetta. Florian fyrir utan, ég ætla að segja að þetta fara ekki ofan í. Já. 6-1, eða 1-6. Florian í þriggjastaðaskotum. Það verða vinsali tilmæli eftir leikinn að hætta þessari vitleysu, stíga inn fyrir þriggjastaðalínuna og skjóta þar. Rúnar aðeins og stuttur. Hann má þetta. Það er bara þannig. Það boltinn rennur hérna vel. Milli manna endar út af og Akurnesingar eiga þennan bolta. Það er bara þannig. Já, hann klikkar hérna Þorleifur Baldursson, nummer 12 hjá Akranesi. Bara definitely maður fyrsta leikhluta. Annar leikhlutin var ekkert spes hjá honum. En hér var Rúnar að setja niður þrist fyrir Ísfirðingana. Ég held að þreytan sé farin að segja til sín. Já, bara alltaf búin að sleppa orðinu. Þetta er villa, ekki spurning. Daniel fær 2 skot og Ásbjörn fær sína aðra 3. villu, já. Hann er komið 3. Hann þarf að passa sig. Það er ekki efna því að lendi í villuvandræðum. Daniel setur niður fyrsta vítið. Og það setna líka Daniel Freyr. Hann var að spila hérna með A-liðinu áðan. Var í byrjunarliðinu með þess að. En hann er nýkominn á Ísafjörð. Þannig að hann er ekki einn af mínustu hæðstu leikmönnum. Það eru 7 mínúta hæðstu leikmennir í A-liðinu. Mega ekki taka þátt í B-liðsleikjum. Aðrir eru gjaldgengir. Sem er bara flott að fá þeir mínútur, fá þeir að spila alvöru leiki og fá meiri reynslu. Læra betur inn á liðið. Og þarna fekk Þorsteinn sína 3. villu. 2 leikmenn hjá Akurnesingu konum með 3 villur. Og ekki Karfa góð, hann búinn að flauta, segir dómarinn, ég held að sé alveg rétt hjá honum, en engu að síður, maður er alltaf að klára færin, það er bara þannig. Og engin skot réttur heldur. En þeir þurfa að passa sig, það er fyrsta villan hjá Jóni Rúnari, en þeir þurfa að passa sig, það er bara þannig. Jói, já, Óni fór þessi, 55-37. Ísfirðingum í vil. Og boltinn gengur hérna á milli. Já. Þvílík barátta. Hugsanlega auka skref hana samt. En engu að síður, fyrst að dómarinn sá það ekki, þá sagði ég það ekki. Þorleifur Baldursson, hann er óðum að verða uppáhalds leikmaður minn í B-liðum á Íslandi í dag. Það er bara þannig.
Svakalegt múf hjá honum hérna. Já. Birgir. Baráttan boltan. Þetta vill maður sjá. KFÍ fær hennar bolta. Inn á kemur Ingi Björn. Nei ekki. Bíddu. Þeir eru eitthvað ákveða þannig hver á að koma inn á. Já, jú, Ingi Björn kemur inn á og hann er búinn að setja niður 4 stig í þessum leik. Þessi sending alveg afleitt hjá Jóa, en hann gerir vel og nær þessum bolta. Já, við höldum áfram hérna. Þetta er 18 stiga munur og Akurnesingarnir augljóslega orðnir þreyttir. Rúnar, vel gert. Nei, hann skrúast upp úr og Ingi Björn slær hann í hausinn á Þorleifi og fær villu. Hans 3. villa. Það er vel á sig vikið. Það er ekki svona villur per mínútur, þá er það nokkuð gott í þessum leik. Ef þú ert að sækja þar að segja. Þorleifur, vel gert. Hrifinn af hreyfingunum hjá þessu strák. Hann er með mjög flottar hreyfingar. Og það er villa. Og já, það er eins og ég segi, hann ætlar að tryggja sér þetta bara, Ingi Björn. Hann fá sinna 4. villu og það er nokkuð mikið af villu miðað við tíman sem hann er búinn að vera inn á. Það held ég allavega. Sjá, Stulli er hérna komin úr peysunni. Ætla hann sé ekki að fara að leysa Inga Björn af. Komin í villu vandræði hérna. Daniel. Já, finnur Rúnar með opinn þrist. Geigar, Flórian, hvað gerir Flórian? Jói, vel fyrir utan, hann setur þennan ofan í. Vel gert, Jói. Og 19 stiga munur hérna. Fótur, já, þetta var óviljandi. Skipting, Flórian, já, Flórian fyrir út, Stulli kemur inn á. Undirbúa 2-falda skiptingu. Þetta var fallegt skot hjá Jóni Rúnari. Gerði vel hana. Og Daniel, Jói. Skipting. Það er 3-föld skipting, takk fyrir góðan daginn. Og Helgi kemur inn á, sér hann. Og svo er það leikmaður nummer 8. Sem að ég bara náði ekki að spyrja hver væri. Hann segir mér að eftir leikinn. Boltarhefingin fín hérna og ágætis tilraunin hana. Stulli gott frákast, kastar þessum bolta bara eitthvert. Já, hann var ekki góð í jafnvægi hana. Og þeir eru svona að ræða sig niður á hver á að spila hvaða stöðu hana, heyri ég. Gengur hérna vel, opinn þristur. Hann aðeins og stuttur. Fínt skot engu að síður. Já, þessi bolti allt og langur. Og gengur hérna vel á milli.
og glæsilegt skot. Jón Rúnar setur niður þrist. Það er að vinna í hérna Stulli. Já, flott sending hana frá Inga Birni á Stulla sem að klára þetta. Fagmannlega gert. Það eru meiri skiptingar, þeir geta þetta. Nú með nóga leikmönnum. Skipt hérna hægri vinstri. En Akurnesingar er allan búin að passa villunar hérna undanfarið, þannig að þeir eru ekki í neinu teljandi vandræðum. En svona að því ég nefndi þetta, þá eru við vísir til þess að brjóta sig bara í næstu vörn. Flott frákast. Þarna hjá Helga og Helgi. Munaði litlu hana, þessi bolti átt að fara niður. Og nýrataðan á endanum. Þetta er sóknarvilla. Nei, allt til lagi. Dæmir hérna á varnarvillu, að kannski verið villa áður en að sóknarvilla nátt sér stað. Það ekki. Já, hann brýtur á honum, hann að leikmaður nummer 8. Brýtur á Jóni Rúnari áður en að hann í raun og veru kemst í sóknarvillina. Og þessi bolti er ekkert á leiðinni. Góð barátta! Karfa góð og víti. Þetta er ekki fyrsta skiptið sem að við sjáum þetta frá Þorsteini. Hann er búinn að vera geysilega sterkur hérna undir. Nýjustu upplýsingar voru að berast í húsina. Þetta er hann Björn sem að brauta á sér. Hann er númer 8. Nú held ég sé bara komin með bæði liðin alveg. Svona nokkurn veginn allavega. En já, þetta var flott karfa og 15 stiga munur. Og það var einmitt Björn sem að setti þessi stig niður. Boltinn gengur hérna og það er þristur. Þetta smellir hann Birkir ofan í. Síran ber hérna upp boltan. Og Björn, hvað gerir hann? Finnur Birgi. Birgi blakar hann ofan í. Þetta bara eins og Abdul Jabbar væri mættur inn á völlinn. Eða Hakeem kannski bara. Já. Það er að gera, taka smá skemmtiskokkina. Helgi tekur smá hring. Hann augljóslega brýtur hana og nei. Já, það komið skotréttur. Jón Rúnar ætlaði að fá skiptingu. Var eitthvað aumur eftir þetta og vildi fá skiptingu. Dómarinn sagði hann að gera svo vel að vera inn á vellinum. Hann þyrfti að fara og taka skot. Og hann alltaf hlýtur að sinna því. Deilir ekki við dómara þegar það býður á vítalínuna. Það er bara þannig. Og fyrir einfættur eða krjúpandi þangað hvenær sem er. Það tækifæri gefst. Þó að sé alltaf betra að standa í lappirnar auðvitað. Þetta klikkar og Birgir tekur frákastið. Og Helgi sér hann Björn. Já, hann bara gefur frá sér boltan, nær hann aftur. Og Helgi opinn þristur, allt og langur. Airball. Hann veit upp á sig sökina. En
Við höldum áfram hérna, þriði leikluti er að vera búinn. Þessi leikur er fljótur að líða. Það er engar alvöru pásur hérna. Þetta bara vellur allt áfram. Og Helgi ætlar að reyna aftur þristinn. Nei, Síran, Birgir. Já. Þessi vel gert, sækir hana villu. Og það er þá fjórða villan hjá Ásbirni. Og já, einu viðbót og þá er engin orðið á bekknum til þess að leysa einn eða neitt af. Og þannig að hann þarf að passa sig. Spurning hvort að þeir vilja ekki hvíla hann. Taka þær eftir þessu, kannski. En Birgir setur niður bæði vítin. Og fagmannlega gert hjá honum. Og það eru cirka 2 sekúndur á milli skoðklukku og leikklukku. Akurnesingarnir takaði rólega hérna. Þeir eru alveg að halda haus í þessum leik, það er bara þannig. Þó að þetta ekki gengið. Tími, 4 sekúndur, 3, tími. Það er að taka þetta skot. Þetta var sirkusskot. Hann átti að vera löngu búinn að losa boltan hana, en það sakar ekki. 69-53. Og tónlistin er búinn bara. Það er bara þannig. Enda erum við að taka hérna bara tæpa mínútu á milli leikluta örgla. Akurnesingarnir vilja örgla rúma en hún endar örgla tæp. Og hérna skulum sjá hvort að við getum hérna fundið eitthvað út af þessu. Tónlistin er að detta henni inn bara. Hún verður tilbúin í næsta leikli. Er búið að taka einhver leikli? Ég held ekki. Nei. En ef að það verður tekið leikli, þá verður hörku tónlist hérna, sko. En við höfum ekki ómiklar áhyggjur af þessu núna, enda leikliði búið. Já, hverjir eru búin að vera bestir? Það er náttúrulega búin að vera mikla róteringar hjá Ísfirðingum, en ég held að ég geti alveg sagt að hérna Daniel sé búinn að vera svona bestur þegar hann hefur verið inn á. Og Birgir og Daniel án vafa bestir hjá Ísafirði. Og svo er ég mjög hrifinn af honum. Ja, býtum við. Æ, þetta klikkar. Helgi nær frákastinu. Og fer hann ekki bara sjálfur? Jú. Nei. Þetta. Björn bjóst ekki við þessu. Og kláraði þetta ekki. Já, hjá gestunum í IA, þá er það Þorleifur Baldursson á nefa, svona búin að vera, já, Þorleifur og Þorsteinn líka Helgason. Þeir eru búin að vera svona mannabestir, held ég. En þetta er 4. leikluti og ég trúi ekki öðru en að púðrið sé svolítið búið. Björn setur hérna niður flott sniðskot. Og Þorleifur, hvað gerir hann? Kemur honum út. Opið þristur af höndunum á Þorsteini. Hann bjóst vantarlega ekki við að fá hann þannig. Já, eins og ég segi, 4. leikluti. Akurnesingar eru að spila á 6 mönnum. Þetta fyrir að vera ansi erfitt, held ég. Það var áttu flott comeback í öðru leikluta og komu sterkir inn þar, náðu að jafna, en púðrið svolítið búið í 3. Maður sér að þeir eru þreyttir, reyna að keyra og svona hreyfingarnar eru ekki eins hraðar, snerpan ekki eins mikil. En hérna, já, þeir halda áfram, þeir gefast ekkert upp. Klikkar hana hjá Þorleifi. Síran berur boltan hérna. Björn, hvað gerir hann?
Birgir. Helgi opinn hérna. Já, tveir opnir hana. Síran með þristinn. Galopinn. Geigar. Gott frákast hjá Jóni Rúnari. Hann líka búinn að eiga fína leik. Þeir eru bara allir búin að vera fínir hérna. Þetta náttúrulega erfitt að taka svona leik. Það bara þannig. Þessi skoppaði ofan í hjá Ásbyrni. Og sjáum hérna hvað Ísfirðingarnir gera. Flott sending hjá sér hann inn á Björn Birgir sem að kemur honum ekki ofan í. Þorleifur tekur út á frákast. Alveg galopið í þennan þrist hjá Steinari en Óni vildi hann ekki. Og sjáum hérna hvað Björn gerir. Nei! Æja, sóknar brot hjá Birni. Sautján stiga munur. 7 mínútur og 20 sekundur eftir að þessu leik. Þetta er erfitt fyrir gestina. En þeir sóttu sigur í fyrsteldinni hérna áðan. Komu hérna og unnu í bara, ágætis baráttuleik. Mikið af mistökum, bæði lið. En þeir enduðu sem sigurvegarar. Og sjáum hvernig þetta gengur hérna. Nei, þetta klikkar hjá Steinari. Hvað Síran gerir hérna. Það er bara eftir að tæma villa á þetta. Þessu eru stuttur. Helgi, aðeins og stuttur gerir vel hana. Potar í hann. Geta þrætaði dómarinn við þessu. Það er ekki. Þessi sending alveg afleitt hjá Þorleifi. Og þetta skot Geigar enn aftur hjá Steinari. Daniel kominn inn á. Flott sending hjá honum og Helgi gerir vel, klárar þetta. Daniel er búinn að eiga hérna 2 alveg algjöra sirkussendingar. Þessi var ekki slæm heldur. Og Jón Rúnar gerir hérna vel. Setur niður, finnur þessi 2 stig. Ekki að hleypa það mjög þar á sér. Sæmdina veði, það er vitaflust að leikurinn er tapaður. En maður gefur samt ekki upp, það er bara þannig. Sjáum hvað gerist hérna. Flott vörn hjá Helga. En hann nær að snúa það á sér, hann Steinar, og setur þennan bolta ofan í. Vel gert. Síðan Daniel. Helgi. Stulli. Jói. Öglingar. Flott frákast hjá Helga. Nær hana í hann og það er þetta ekki. Skulum sjá. KFÍ bolti á. Skotklukkan í 24, dómarinn vill hafa hann í 14, enda náðu Akurnesingar ekki vald á boltanum, þau blöku hann bara út af. Og sjáum hérna, láta boltan ganga vel. Florian, hann er búinn að taka 6 þrista, hitta einum. Þetta getur hann, 2 stig, þetta á hann að gera meira af. Hann er lipur, Akurnesingar eru þreyttir. Steinar, Jón Rúnar, flott vörn hana. Jói, bara róa þetta. Þeir þurfa ekkert að flýta sér. Þeir eru með unna leik.
höndunum. Daniel, þessi þristur klikkar. Setti niður, ja, held ég 2 þrista hérna fyrir áleik. Stulli augljóst brot og Þorleifur fyrir á línuna væntanlega. Og Stulli fyrir út af og Rúnar fær hérna nokkra mínútur viðbót. Fyrir skoti Geigar hjá Þorleifi. Ég held að sé orðinn þreyttur kallinn. Hann átti hérna nokkur svakaleg múv í fyrri hálfleik. Sérstaklega góðan fyrsta leikluta. En það er orðið lítið eftir í tunninni held ég hjá öllum Akurnesingunum. Tekur á að spila svona hratt og mikið og líka eru pásanar allar búin að vera stuttar og stutt á milli leikluta. Og hálfleikurinn var sko valla mínúta. En hér er hinn ungi efnilegi Rúnar. Setur niður 2 stig. Og já, þessi bara sem er bara skoppað út af. Átjánstiga munur. Daniel reynir hann aftur að kloppa. Það gengur ekki þetta sinn. Þorleifur lokar löpunum hana. Einhverjar samræður hérna milli dómara og leikmanna. Síran hleypur hérna á riddaraborðið og til aðstoða. Það er eitthvað sem að hefur klikkað hana. Þetta er bara að slefa í lengstu pásu sem að leikmenn hafa fengið í leiknum. Við sem Akurnesingarnir vilja nú bara klára þetta. Ég held að þeir séu ekkert að fara að komast aftur inn í þennan leik. Tapa 4 mínútur eftir og 18 stiga munur. Það er svolítið mikið. 6 3 stiga körfur. Og við bíðum ennþá eftir riddaraborðinu. Veit ekki, það verið að fikta í skotklukkunni. Þeir voru held í konu með nýja skotklukku, 14 sekúndur, en dómarinn er ekki sammála því. Og það er eitthvað að vera að eiga við hana. Ég heldur þessi komin í 6 núna. Þeir sáttu við það. Nei, 14. Nei, byttu við. Ég veit ekkert hvað þau voru að gera hana. Hún allan 14 sekúndum. Skotklukkan. Það er fara beint upp í skotið, þannig að það er ekki skipt neinum máli kannski. Og Geigar. Og við skulum sjá hvað Akurnesingar gera hérna. Þá lögum við boltan út hérna. Það vantar þessa baráttu. Þeir voru að taka mikið af fráköstum, þessi strákar hérna í fyrsta leikluta. Ég var alveg að furða mig á því hvað þeir voru að ná mikið af fráköstum á móti stærri leikmönnum. Akurnesingarnir, en það er svona, já, þeir eru að vera loftlausir, það bara sést greinilega. Florian, já, 7. skotið, annað skipti sem að leggur ofan í. 2-7 hjá Florian. Þorleifur. Þessi sending svolítið erfið fyrir Þorstein. Já. Það er missa boltan hana. Ég veit ekki hvort hann fekk hann í fótinn eða eitthvað. Svo það ekki. En síðan ber hann upp hérna 3 mínútur eftir þessum leik. Það er 21 stiga fórusta sem að Ísfirðingar eru með
Jói setur þennan ofan í eftir stóðsendingu frá Rúnari. Og Hafnarnesingar koma með boltan upp. Steinar, hvað gerir hann? Það eru ekki ánægðar þegar hann sé skotnýtinguna sína í þessum leik. En þessi sending stórgóð og Þorsteinn Helgason setur þennan bolta niður. Rúnar. Þessi var erfið. Steinar. Já, upp í 3 bara. Já! Þessi fór niður. Þetta viljum við sjá. Ég var að kvarta yfir skotnýtinguna, svo hann hefur kannski bara heyrt það. Og þeir vinna boltan aftur, herði þetta bara stefnir allt í að ómögulegt verið mögulegt. Nei, ég segi svona. Það er ennþá 18 stig, 2 mínútur og 15 sekúndur eftir. Nú vil ég bara sjá fallega sóknir, góðar varnir. Skref, já. Lappar á stað og nú byrjar að dribbla. Dómari tekur taktana hérna og sýnir honum þetta. Hann var ekki alveg sáttur með þetta. Þetta var alveg hárrétt. Hélt á boltanum og tekur skrefið áður en að fyrir að dribbla. Skrefinn. Þetta klikkar, Jói með frákasti, sér hann þriggja. Það klikkar líka og Þorsteinn nær þessu bolta. Vel gert. Steinar, bara beint upp í skotið, eða ekki? Jú. Kemur Flórian með frákastið. Sér hann. Nei. Flórian. Og þetta er 3. Nei, ekki 3 stig. Fín tilraun, en ekki 3. Óskar hann að komin inn á. Númer 9. Og það eru rétt rúm mínúta eftir á þessum leik. 1 mínúta 18 sekúndur og Jón Rúnar er á vítalínunni. Og eitt skot, það klikkar. Sér hann ekkert að flýta sér, enda engin ástæða til. 16 stiga munur hérna, mínútan komið niður fyrir hana. Rúnar, þetta var erfitt skot og skotklukkan rennur hérna út. Þetta gerist nokkru sinnum í leiknum áðan hjá KFÍ, en hefur svo sem ekki verið vandamál hérna hjá B-liðinu. En það er alltaf leiðilegt að klára tíma svona. Við förum hérna inn í síðustu sekúndur leiksins og þetta er vel gert. Hann er ekki alveg búinn. Fer hérna. Kemur Steinar. Flottur stólinn bolti. Lappina kannski ekki í standi til þess að taka þessa tróðslu eftir 30+ mínútur í þessum leik og svo spilaði hann líka einhverjar 15 mínútur í leiknum áðan, þannig að ekki kannski alveg rétti tími til þess skýtt með það. Það var alveg rétti tími til þess að reyna þetta, en þetta gekk ekki og það er skiljanlegt. Þá eru 8 sekúndur eftir og það eru ennþá 18 stiga munur. Þorsteinn, þarna kom þetta. Það hlaut að koma Ingi Björn, 5. villan. Hann, allir þetta sé ekki bara svona cirka 5 villur á 5 mínútum. Hann fálar sig út og fær ekki að taka þátt í síðustu 6 sekúndunum. Þannig að þess að hann er vondustrákur og er búinn að brjóta að sér hérna hægri vinstri. En fyrsta skotið gegar og hann setna fyrir ofan í. 17 stiga munur, 5 sekúndur, ætlar að reyna á skotið hérna.
Já, opið skot. Nálægt í KFB, IAB 86-69. Bara stór skemmtilegu leikur. Mikið af hérna, bara þeir voru orðnir þreyttir, Akurnesingarnir. Ég vissum að það eru fleiri í B-liðinu og kannski einhverjir sem eru heima að horfa á leikinn. Þeir með þá bara skamma sín fyrir að hafa ekki komið hérna og stutt félagana. En við þökkum fyrir okkur í kvöld, 2 leikir. Jakin TV, Þormóður heiti ég, Gauja með mér í náðan. Takk hérlega fyrir kvöld, góða nótt.